á Íslandi og ýmislegt sem að því tengist. Koma hingað líka Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Backman og Benedikt Erlingsson og við ætlum að ræða bíómynd sem er í bíó sem heitir Triangle of Sadness og mjög merkileg mynd, fjallar meðal annars stéttir og stéttarátök. Þór Sari kemur hérna eftir og við ætlum að ræða við hann Íbúðalánasjóð. Allir vilja skilja núna hvað það mál snýst og ég ætla aðeins að ræða við Þór Sari það, en hérna eftir fréttayfirlitið þá kemur Gylfi Zoëga og við ætlum að fara yfir efnahagsástandið, dýrtíðina, lítið atvinnuleysi, mikla vinnuaflsþörf, kannski innflytjendur og sikk og fleira, en það eru fréttir dagsins. Karl Hlíðan, hvað þetta? Já, það er búið að töluvert að gerast með varðandi flóttafólk. Við höldum aðeins áfram með það að ríkið er búið að leigja Kumbarvog í Árborg. Það sem einu sinni var barnaheimili. Það var dvalarheimili, já. Notorious fréttir af illri meðferð á börnum. Það mitt, ýmislegt fyrir þarna. Já. En sveitafélagi Árborg, bæjarstjórn Árborgar fekk ekkert að vita að þessu og það lítur út fyrir að það muni fjölga 10% íbúðum þarna. Þannig að það verða til flóttamannabúðir hér og þar í landinu. Þetta er svona dæmi það hversu illa stjórnvöldur eru undir þetta búin. Það mitt. Að rífa sig upp gömul hæli við land. Dimma sögu og lítið samráð haft við bæjarstjórnir og annað. Það veitir ekki á gott. Það var líka verið fréttir að vantar börn, flóttabörn komast ekki í skóla. 39 börn í Hafnarfirði sem fá ekki skólapláss á meðan það er 1 í Reykjavík. Það er svolítið mikill munur þarna á. Það veit ekki alveg af hverju, hvað er að bak við það. Þetta er eitthvað sem kannski þarf að skoða. Neitar Hafnarfjörður að taka á sig það að setja börnin í skóla. Það er að nota börnin til þess að krista fé út úr ríkissjóði. Ég veit ekki. Nei, mitt. Svipað með heimilislausa sem er svona að rata inn í Reykjavík og það endur á Reykjavík að taka ábyrgð á þessu. Ég veit ekki hvort að Reykjavík sé eitthvað að standa sig eitthvað ábyrgðandi vel. Ég veit ekki. Nei, mitt, en það er spurning hvort að bæjarfélögin séu svona svolítið að velta þessu þangað. En svo varðandi umræðuna inn á þingi í dag var Helga Vala og fleiri í stjórnarandstöðu mjög gagnrýnin á Jón Gunnarsson og dómsmálaráðuneytið fyrir að veita þeim ekki gögn veitingu ríkisborgararéttar. Já, saka Jón að láta Útlendingastofnun sitja á gögnum skipinni fyrir og brjóta þar með, það var verið að tala landsdómana að senda Jón að var að brjóta lög og ætti að kalla hann til ábyrgðar. Já, Arndís Anna Kristjánsdóttir Gunnarsdóttir, þingmaður Pírata, hún segir að stofnuninu beri lögum samkvæmt að veita Alþingi þessar upplýsingar. En Jón Gunnarsson segir að þau verði bara að bíða í röð. Þau verði að bíða bara eftir að það komi að þeim í röðinni sem er víst brot á svona stjórnskipun og venjum og þess vegna talaði með þessum á þessari dramatík í rauninni að segja að þetta sé mjög óvenjulegt og maður velti fyrir sér af hverju er þetta svona flókið fyrir Jón að koma með þessar upplýsingar. Svo byrjaði umræða útlendingalögin hans og þá vildi stjórnarandstaðan fá Guðmund Inga félagsmálaráður í salinn af því að hluti af efni frumvarpsins sneri að honum þó svo að í frumvarpinu verið gert ráð fyrir að þau mál heyrðu undir dómsmálaráðuneytið í framtíðinni. Þannig að það var mikið slegist í þinginu. Og mann finnst það skrítið sko að Jón hefur talað mikið þetta fölsuð vegabréf og svona vill hann ekki að við sjáum raunveruleikann á bakvið allt þetta. Þetta er búið allt þetta ár sko og held ég verið að segja fyrra líka sem er að þingmenn vilja fá gögn frá Útlendingastofnun varðandi þá sem er að sækja eða skjóta til Alþingis það að fá ríkisborgararétt. Við erum bent á það að Íslendingar eru mun tregari að veita innflytjendur ríkisborgararétt heldur en hinna Norðurlandaþjóðirnar, munar miklu. Ég veit ekki hvað það á hvað það snýst. Nei. Hvað er meira í fréttum? Það var sjávarútvegsdagur svona hjá Deloitte sem byrjaði í dag og
Þorsteinn Már fekk þar að tala. hann var með Og svona hann var keynote mjög- speech Já, eins og þetta hann var ekki ánægður með strandveiði, sko, hann vil alls ekki sjá það aukast. En ég held að vera búið að Hann var alls slaufa honum, hann mætti ekki vera svona því að hann fekk ekki að vera með í fyrirmyndafyrirtæki. Nei. Samir ég fer ekki að vera þar út af sko þau málum sem að það fyrirtæki í. En hann var nógu góður til að vera þarna og Svandís Svavarsdóttir mætti þarna með ávarp og svo kom Þorsteinn með aðalerindið. Ekki auka strandveiði, please, segir hann, af því að það muni íta undir óstöðuleika á þorsksmarkaði eitthvað. Ekki ánægð með strandviði, Nei, fannst vil ekki sjá það. veiðigjöldin vera of há, fannst kvóta það ekki allt og lágt, vildi fá að stækka meira, sagði að þetta væri bara smá fyrirtæki á heimsmarkaði og Samir þetta stækka eiginlega miklu meira. Það var frekar, ég var viðtalið við hann á Stöð 2 og var svo ólundarlegur í viðtalinu, hann var óanæður með eiginlega allt. Greið maður, Já. erfitt fyrir hann. Já, hann finnst að borga of mikið í veiðigjöld, Æ. hann fá ekki að gleypa fleiri fyrirtæki, svo er einhverju trillukallar einhvern veginn að taka þorski sem hann á, En hann er nú þegar komin, og Samir komin yfir kvótamarkið. með fyrir löngu síðan, En en það er ekki gert sko. Nei, og hann fær að kvarta Nei. bara á Hann fyrir að tuða þess. fær keynote speeches á svona Já. sjávarútvegsdegi með Já. Svandísi þarna í hliðina, Já, góð stemning. Skrítið, nei, mér veit ekki. ekkert svo skrítið, Nei, maður skilur alveg hvað þetta snýst. Nei, mér veist það svona tónnin í honum, en það er annar sem að tala svona með sama tón, svona sem að byrjar á því að dæsa, það er Kristján Lofsson í Hvalnum. Það er alltaf skemmtilegt að hlusta á vitum það. Hann er alltaf svona akkurat mátulega pirraður og leiður eitthvað. Annað fórnarlamp hérna sem Já. við erum að stoppa. Já, íslenska þjóðin er búin að gefa þeim auðlindina, en samt eru þeir óanæðir. Vildu fá aðeins meira eitthvað. Það er alveg magnað. Já, algjörlega magnað. En svo í öðrum fréttum að þá er þetta að koma meira og meira í ljós hversu alvarlegt mál þetta er með íbúðalánasjóð og það er búið að vera svona svolítið rifrildi á milli Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og nokkra stjórnarmanna í hinum og þessum lífeyrissjóðunum sem hafa kröfur að sækja í íbúðalánasjóð. Eiga bréfin og sem og Bjarni ætlar að láta bera tapið. Og þau gefa ekki mikið fyrir áætlanir hans að redda þessum málum að því að hvernig sem á þetta er litið þá er skuldinni náttúrulega skellt á almenning en þeim finnst líka fáránlegt að ríki allir núna með því að gera þetta upp og borga þessa 47 milljarða að þeim finnst eins og þá sé bara verið að breyta algjörlega forsendum allt í hennu, forsendum samningana. Ég held að það hef ekki pyrrað Bjarna sko. Bjarni sagði eitthvað í þáverun að það verið bara eðlilegt að þeir sem að væru að verja hagsmuni í lífeyrissjóðuna myndu gera það. Það sem að fekka til þess að sko, skrifa færslu á Facebook þegar vaknaði í morgun var að hann hefur líklega mistað kastlöss í gær þar sem að Már Wolfgang Mixa sagði það að ef ríkissjóður ætla að ganga frá þessum ábyrgðum að þá er það eiginlega greiðslufall ríkissjóðs og það muni hækka skuldabréfa álög á ríkissjóðu þar með vextina og það Bjarni væri að gera sko stórkostlegan skaða fyrir ríkissjóð. Það fór í töðunar á Bjarni þess að hann byrjaði að skrifa þarna þegar hann vaknaði í morgun. Sjálfstæðismenn það var betri aðstofmann til að senda honum kastljósið þarna beint í gær. Við vorum með frétta af þessu sem að Már var að segja strax í gærkvöldi. Það fara alltaf beint í sókn sjálfstæðismenn. Það er skautaði yfir ábyrgða hlut þeirra í að hafa komið þessu öllu í gang og hann talar eins og það sé brýnt að taka á þessu strax og svona og maður svona, já, þú veist, það er bara ekki átt að gera þetta til að byrja með, þið fóruð inn í þetta með augun opinn og voru vöruð við og Seðlabankinn varaði við Bjarni greiddi atkvæði með lögunum á sín tíma, 2004 hann samþykkti það, það voru 4 þingmenn sem að gera það, sem er núna á þingi ennþá, það er Birgir Ármannsson sem er forseti þingsins, Guðlaugur Þór og Bjarni Ben og Þorgerður Katrín, þau samþykktu þetta með opin augun, svo Pétur Blöndal, hann fór upp í púlt þegar var verið að leggja lögin fyrir og vildi benda á að þessi hætta væri þarna og vildi bara þegar fólki samþykkti þetta að gera það með opin augun. Hann sjálfur, Pétur, greiddi atkvæði með þessu, þannig hann gerir það með opin augun líka. Við erum með mynd hérna af ríkisstjórninni sem að bera ábyrgð, kannski sýnum hana. Hún kemur. Þarna er hún. Já. Þessi merka ríkisstjórn. Afdrifaríka ríkisstjórn, má segja. Og ekki bara með íbúðalánasjóð, margt annað. Já. En við tölum við Þór Sarjó eftir og hann veltum þessu fyrir mál. Ok, hvað er það með vera? Það er komin ný ríkisstjórn að myndast á Englandi. Rishi Sunak er að velja sér ráðherra og hann virðist vera að velja sér svolítið fjölbreyttari ráðherra en Liz Truss. Hún valdi bara þá sem hefur bara fullkomna hollustu við hana og öfga nýfrjálsíkina þess og var ég að kalla það. Hann er svona að reyna að pikka út fólk úr hinum og þessum örmum
flokksins og ætlaði að reyna að sauma þetta saman. Og hann svona nýfrjálshyggju gæi sko, en hann ekki það sturlaður eins og Truss virtist að vera að alltaf ráðast í þessar stórar skattalækkanir án þess að geta ríkisstjórnin á Ítalíu endi ekki risa alla. Ríkisstjórnin á Ítalíu það er ný ríkisstjórn líka. Við fáum svo lítið að heyra það frá því að til dæmis RÚV segir bara frétti frá Bretlandi, stundu frá Bandaríkjunum, einilega engum öðrum löndum. En þar var myndur ríkisstjórn, Meloni, og þetta er náttúrulega mjög merkileg ríkisstjórn, þess að samstaða Evrópu gagnvart Rússum hangi núna á Meloni sem við getum kallað svona síðfascisti og Salvini sem mikill aðdáandi Putin og reyndar Meloni það líka og Berlusconi sem bara enga vinur Putin og Putin sendi honum margar vodkaflöskur síðast þegar hann átti afmæli. Og þá það spurningin sko, og það líka Evrópusambandið að því að þau öll hafa talað, nema kannski Berlusconi, en Salvini og Meloni hafa talað að sko minnka völd Brussel og auka vægi landana, tekið undir Orbán að því leyti. Salvini hefur tekið undir Orbán með því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu alla Evrópu viðskiptaþingarinnar. Þannig að almenningur í köldum húsum í vetur geti fellt viðskiptaþingarinnar. En þannig að þetta samstæða Evrópu hangir á þessu þríeyki og ég fór Macron talaði við Meloni strax leið og hún tók við bjöllunni, það eitthvað bjalla sem svona merkjast þessu fastisvara og hún var eitthvað að reyna að róa hann og hún gerði það reynda ringa í þinginu með fyrstu ræðinu sinni, þá var hún að segja að hún styddi Evrópusambandið, samstæða Evrópu og svona að reyna að tala og búa til svona ró inn í Evrópu. En ég var að skoða svona hvaða fólk þetta í ríkisstjórninni og þetta alveg svakalegt gengi sko. Ef maður tekur bara konurnar þarna, þær eru allar bara algjörlega á móti þungunarofi, þær eru á móti staðgöngumæðrun, þær eru á móti staðfestum samvistum samkynniðra, þær eru á móti sko líknardrápi og þá þannig sko að það má ekki taka öndunarvélina úr sambandi þótt að fólk sé heiladött. Þær eru bara ótrúlega svona harðar, eru bara eins og tepósreifingun í Bandaríkjunum og svo, með hverju þær svo? Þær eru með vændi og geldingu kynferðisafbrotamanna sá ég. En ég ætlaði að skemmta þær með því að fara yfir ráðarlistan og segja þér svona frá þessu fólki af því að maður verður svolítið hissa þegar maður fer yfir þetta. Úr hvaða umhverfið þau koma sko. Þau eru bara langstæstu hlutin, ekki bara þeir sem eru í bræðralagi í Ítalíu, eru úr ungliða hreyfingu nýfasistana eftir stríð og líka þeir sem eru fyrir Norðurbandalagið og Berlusconi. Þannig að þetta sko hægri sinnaðasta ríkisstjórn sem hefur verið í Vestur-Evrópu frá því að Mussolini féll sko og Hitler. Það er bara þannig. Rosalegt. En tvær góða fréttir í viðbót, svona, einu mjög góð. Og það sú frétt að landið að yngjast, Ísland að yngjast og að verða öflugra, hlutfall vinnandi fólks á við aldraða og svona að bætast, við erum með línuritt. Á 9. og 10. áratugnum voru að vakna miklar áhyggjur af því að þjóðin verða eldri og við myndum ekki geta staðið undir þjónustunni við þá sem ná ekki að vinna. En vegna þess að við erum að fá inn mikið innflytjendum og svona, þá er þetta búið að batna töluvert. Og við erum núna kraf sem við byggum til á samstöðinni. Gylfi Magnússon var með erindu þetta í háskólanum og hann ætlar að koma inn í næstu viku og fjalla það öldrun þjóðarinnar og áhrif innflytjenda á það. Og þetta kallast svona líðfræði, hvernig aldurskipting þjóðarinnar er. Og eins og staðan núna, þá erum við á frekar góðri leið, þá sérstaklega á miða við Evrópu og Japan og fleiri lönd, svona háþróður iðnvædd lönd sem eru að lenda í svolítið klípu með þetta og við erum að koma frekar vel út og það þökk sé innflytjendum. Þannig að þetta er mjög gott fyrir Ísland að fá inn erlend fólk og nýtt fólk, sérstaklega einmitt þegar við getum hjálpa flóttafólki sem í mjög erfiðum aðstæðum og þau geta hjálpa okkur líka einmitt. En svo það kom nú fram í þessari frétt sem svolítið merkilegt að fyrstu 9 mánuði ársins að það fjölgaði Íslendingum 9.000. Þar að voru sko fæddir umfram dána voru 550 en Íslendingar, íslenskir ríkisborgarar brottfluttir umfram aðflutta voru 490. Þannig út úr þessu kom bara 60 manns aukning en 9.000 eru innflytjendur að flytja til Íslands.
Já, þetta og það það sem að veldur því að sko, og línuritið fer svona upp. þetta fer upp. Og við erum svona ótrúlega healthy og það sem að þeir voru að tala um flóttamannavanda, mér finnst það að tala um mannauðsvanda og við vorum nú eitthvað að reyna að slá á það, svona hvað gildi þetta væri, að ef það kostar 75 milljónir að ala upp barn, sem að skólagangan einn 37,5 miljón á núvirði, fæði og húsnæði er 20 milljónir og svo alls konar kostnaðar, heilbrigðisþjónustu og allt annað, við bara setjum cirka 75 milljónir, að þá eru það þessir flóttamenn, þessi 3000 flóttamenn sem óska eftir hæli á þessu ári, eru svona innspýtingin í þjóðina sem að má meta á 185 milljarðar, sem við ættum náttúrulega að fagna, skjótu bara raketu að fagna. Í staðin fyrir að vera að eyða allir þessu umræðum einhverja 3 menn frá Albaníu sem að mögulega voru með falsaðan passa. Ég mitt horfa aðeins á hinna hliðina sem er mjög góð og bara, já, góð þróun fyrir okkur og góður hlutur að gera að hjálpa þessu fólki. Þetta með eitthvað? Svo í Noregi þá, fyrir nokkrum árum tóku upp ný lög 2019 og þau voru reyna að koma í veg fyrir að eigna fólk sem á nú þegar húsnæði væri að kaupa upp eigninar, allar nýjar eignir. Sem mikið vandamál í Íslandi? Mjög mikið vandamál á Íslandi einmitt og var það ekki 62% eða eitthvað af nýjum íbúðum á síðustu 10 árum eru búin að fara til eigna fólks. Já. En þannig að þeir sem eru að kaupa sér aðra íbúð sérsagt. Já, það eru alltaf færri og færri sem eiga bara eina íbúð, en þeir sem eru fleiri en eina íbúð, það er alltaf fjölga íbúðinu sem eru í eigu slíks fólks og fyrirtækja. Já, og Norðmenn hafa settu á árið 2019 og settu á lög þannig að það verður erfiðara og dýrara fyrir fólk að kaupa aðra eign eða þriðju eða fjórðu, þannig að það bara hættir að borga sig og þetta farið að hafa mjög góð áhrif hjá þeim og manni finnst sorglegt bara að svona hlutir eru bara ekki til umræðu hérna hjá stjórnvöldum og svona í opinberum fjölmiðlum talað svona aðgerir sem bara algjörlega óraunhæfar og bara ekki tekið grein á þeim. En þetta var frétta yfirleitt í dag. Það var líka verið að setja leigubremsu í Skotlandi. Já, akkurat. Það er ekki verið gert hér. Það er ekki verið leigubremsu, þetta er leiguþak. Það er bara bannað, leigubremsu. Það er bannað að hækka húsaleigu næstu 6 mánuðina og það má framlengja það 12 mánuði viðbót og það er talið að vera mjög líklegt að það verið gert. Við þurfum þannig á Íslandi og við þurfum líka eitthvað til að koma í veg fyrir að eigna fólk sé að kaupa upp allar nýjar íbúðir. Þetta var frétta yfirleitið. Frábært, þá tökum við örstutt hlé og svo kemur Gylfi Zoëga og við ætlum að aðtöga hvort það sé ekki bara bjart framundan í efnahagsmálum. Húrra! Áður við skiptum yfir, þá var ég að segja hvort að ætla að spyrja þig Gylfi, Zoëga, velkomin, hvort það væri bjart framundan, þá var ég eiginlega með hugan við Ísland. Já. En við skulum byrja út í heimi. Já. Er ekki allt sótsvart þar bara? Í Evrópu til dæmis. Já, en það sem ekki myndur vilja vera ráðgjafi forsætisráðherra í Bretlandi? Það getur verið að Rishi Sunak sé heppinn með því að koma inn einmitt núna en ekki fyrir 1 eða 2 mánuðum síðan og Liz Truss hafi verið óheppnasti stjórnmálumaður sögunar í Bretlandi af því að vegna þess að núna
það er óvissa hvað er að gerast með verð á orku, gasverð. Það er farið aðeins niður. Því að nú eru Evrópubúar búin að reyna að verða sér út aukið frambúð á gasi. Svo voru einhverja vísbendingar að hagvöxtur geti aukist í Bretlandi næstunni. Á hverju? Á hverju þetta aukast? Já, til dæmis ef orkuverðið hækkar ekki eins mikið, þá hefur það jákvæð áhrif. Og þá hækkar Seðlabankinn ekki vexti eins mikið eins og hann hefði gert. En við getum sagt það sem svo engu að síður að næstu 12 mánuðir eru mjög óvissir og mjög slæmir hluti geta gerst. Og það sem er að gerast það fyrsta og mikilvægasta er það að vextir í Bandaríkjunum er að hækka svona mikið. Það sé á 0,25 upp í 3,25 og svo kannski í næsta mánuð upp í 4%. Þeir eru að reyna að gera eins og þarna Seðlabankinn hvað á Íslandi. Já, þetta er mikilvægra vegna þess að bandaríski Seðlabankinn slær tóninn fyrir allan heiminn. Og leið eru þeir farnir að minnka peningamagn í umferð. Árin þarna eftir 2008, alveg fram á þetta ár, hefur peningamagn í dollarum verið aukið alveg gríðarlega. Trilljónir dollara búin til. Svo allt í hennu eru farnir að taka inn peningana aftur. Og þetta er að valda því að fjármálamarkaðar í heiminum að það eru orðnir spenntir og það eru komnar sveiflur á bandaríska skuldabréfamarkaðin sem bendir til þess að hann sé ekki eins traustur eins og maður héldu. Svo það sem er að gerast í Bretlandi er bara eiginlega speilmynd þess sem gerist er að gerast annar staðar og afleiðing þess. Og hættan er svo að þó að bankarnir séu stöðugri núna heldur en voru 2008, það sé að það er sterkari eiginfjárgrunnur, þá er áhættan, hún er komin út fyrir viðskiptabankana. Svona eins konar skuggabankakerfi. Það eru lífeyrissjóðirnir, það eru tryggingafélögin, það eru skuldir út allt. Við talum í heiminum hafa orðið til trilljónir dollara af skuldum að því að vextir hafa svo lágir svo lengi. Svo þegar vextirnir kom allt í einu upp, þá mun koma að... Það voru einhverju sem ekki efna á að borga? Að Bretland er fyrsta keisið og það verða á nefa önnur á næstu mánuðum. Já, það er mjög líklegt á næstu mánuðum. Og Bretland er þó land sem ríkisskuldirnar eru tiltölulega litlar. Það er með stjórnkerfi sem getur skipt út óhæfum stjórnmálamönnum. En það er ekki öll land þannig. Það er land sem skulda miklu meira, það sem að stjórnkerfið er miklu veikara. Svo við eftir að sjá á næstu mánuðum hverja afleiðingar þessara vaxtahækkana Bandaríkjanna verða. Er það þannig, þegar þú lýsir þessu, þegar Bandaríkjamenn er að draga úr peningamagni umferð og hækka vexti, að það sé eins og þau sé að soga sko peningana bara hérna og þaðan í heiminum svona til sín? Það minkar þessum dollarinn út allt þetta er... Hvernig kemur það fyrir Argentínu eða... Já, allir sem hafa tekið lán í dollarum, þeir lendi í vanda vegna þess að dollarinn hækkar í verði, þá hækkar höfustóll lánana hvort sem það er í pesos eða tyrknesku lýrum eða hvaða gjaldmiðlum sem það er og síðan þyngist vaxtabyrðin ofan á það. Þegar þeir gerðu þetta 1980, 81, 82 þá fór Mexiko á hausinn og Argentína, hún fór á hausinn þá, Chile fór á hausinn á þeim tíma. Svo þegar dollarvextin fara svona upp skyndilega þá verða afleiðingar og það er held ég mesta hættan á næstu mánuðum. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna undir Nixon, hann sagði einhvern tímann dollarinn er gjaldmiðill okkar en vandamál ykkar og við sjáum það í dag. Svo þetta er fyrsti vandinn og síðan er hitt orkuverðið í Evrópu og verðbólguvandinn þar og annar staðar sem hefur þess báð meiri verðbólgu á næsta ári heldur en var áður haldið og samdrætti á næsta ári. Þannig að það myndast kreppa í Evrópu og vextir fara upp að þá erum við í svona flókinni stöðu. Svo við, Íslendingar eða Evrópubúar. Já, svo þetta er eiginlega mjög slungin staða, svona óvenju slungin núna að næstu mánuði. En meiri líkur en minni af miklum samdrætti í Evrópu og einhverjum skakkaföllum í
vaxtaríkjónum. Já, og við veitum ekki hvað þessar skuldir eru að fullu. Það mun komið ljós. Eins og þetta voru lífeyrissjóðir í Bretlandi sem að orsökuðu fall á skuldabréfamarkaði í Bretlandi og það verðist verið eins og þeir hafi notað skuldsetningu til þess að hækka eignasafnsitt enn meira. Þessi að þú átt 1 milljarð, þá allt í einu fann að eiga 2 milljarða af ríkisbréfum og þá varst að taka lán með afleiðu samningum til þess að geta hagnast enn meira á eignamörkuðum. Lífeyrissjóður að taka lán? Já, lífeyrissjóðir geta þetta einhverja flóknir afleiðu samningar sem þeir nota til þess að blása út sín efnaðarreining til þess að hagnast enn meira á fjárfestingum. Það er ekki klókt fyrir lífeyrissjóðu að vera að taka lán, eða er það ekki að vera traustir? Jú, en þannig eru þeir að gefa sér meira ávöxtun og svo þegar skuldabréfamarkaðurinn fór niður, þá fóru þeir að selja til þess að losa þessar fjárfestingar. Og þá var svona vítarhingur sem að Seðlabankinn þurfti að grípa inn í. Svo Bretland var á barmi fjármálakreppu. Svo við veitum ekki hvar þessar skuldir eru allar. Er þetta afleiðing af stjórnlausri seðlaprentun eiginlega frá hruni? Já, og 0% vöxtum. Og sem þetta er tímabil sem búið að vera eiginlega í 14 ár? Já, einmitt. Og þetta verður þá einhvers svona hreinsun eftir þetta tímabil. Einhver tíma þurft að hreinsa út. Og ef það verður hreinsun að það þýðir einhverjar miklar hörmungar, margir sem að fara á hausinn og heilu ríki fara á hausinn. Það getur gerst, já. Og þeir finnst það líklegt? Það kemur ekki á óvart. Ok. En hvað árið hefur þetta okkur? Það verðist allt vera hérna í blúsandi gangi, bullandi hagvöxtur, ekkert atvinnuleysi, vantar fólk allstaðar. Þú getur fengið auka vinnu við hóteli, þessi næturvörður, það vantar allstað fólk. Hvernig stendur á því að Ísland er bara í svona rosalugu blússi að þegar allir aðrir er eiginlega að skreppa saman? Viðskiptakjör Íslands hafa batnað vegna Úkraínu stríðsins, vegna þess að verðið á fiski hefur hækkað minni 22% frá síðasta ári. Útflutningur sjávarafurða hafi. Í krónutalið? Í krónum, já. Ég þór ekki að segja hvort það er krónum eða evrum. Ég reiknaði þetta einhvern tímann í haust að þetta er eitthvað starf á þessu bili. Það verður hækkað mikið og það er eitthvað að fara tilbaka því að krónunum eitthvað liti gefið eftir. En það er eitthvað starf í þessu bili. En álið hefur hækkað 60% í krónutalið. En mikið af því að þetta fer úr landi sem hagnaður. Þannig að viðskiptakjörin batna og ferðamennir hafa komið aftur. Svo þetta er allt jákvætt. Og svo höfum við ódýra orku og hita, kannski eina Evrópulandi sem að getur tekið sér langar sturtu núna. Það er hér. Sem er að gríðarlegu plús. Bensínið hækkaði en er byrjað að lækka alls þar í heiminum, er komin eiginlega á sama stað og var áður fyrir innrás. En það kemur eitthvað, hækkanir kom alltaf svolítið seint til Íslands. Já, einmitt. Nei, hækkanir koma strax. Já, þannig að núna það er mikil eftirspurn og skortur á starfsfólki og vextir á farið upp hér vegna þess að eftirspurnin er svona mikil innanlands og innlend verðbólga er of há. Þurrkar hitt allt út, þurrkar fasteigna liðin út, það var ennþá mikil verðbólga. Svo þess vegna voru vextir hækkaðir og það var gert í stórum skrefum fyrst og svo litlu skrefi og svo sjáum hvernig framhaldi verður. Og þú ert í þeirri nefnd sem að ákveður vaxtastigið, svo að hlustendur viti það. En Hagstofan birtir reglulega samræmda neysluvísitölu Evrópu. Þar er verðbólga á Íslandi lág miðað við alls þar annars þar. Það er bara Sviss sem er með lægri verðbólgu. Af hverju er við með hæstu vextina? Eða hæstu raunvextina þá myndi ég segja. Við erum ennþá með neikvæða raunvexti. Svo Evrópa hefur ekki hækkað, þessi Evrópski Seðlabankinn hefur ekki hækkað vexti mikið og það er tvær ástæður fyrir því. Og þar stafar verðbólgana miklu meira leiti af hækkun orkuverðs en ekki af mikil innlendri eftirspurn. Það er mikið atvinnuleysi og svo er annað sem gerst í Evrópu það skuldsett ríki og það er Ítalía mikilvægust
eiga í erfileikum með sína ríkisskuldir. Svo þegar Evrópski seðlabankin hækka vexti fyrir allt evrusvæðið af því að gríðarleg verðbólga í Hollandi og Þýskalandi og svona þess, þá viðbúið að ítalski ríkissjóðurinn lendi í skuldakreppu. Svo Evrópski seðlabankin er að reyna að finna út leið til þess að auka peningamagn á Ítalíu en minnka það annar staðar. Það er að segja hækka vexti á evrusvæðinu en halda áfram að kaupa ítölsk skuldabréf til þess að halda vöxtunum þar niður í. Svo þetta er heilmikil. Tómt vesen að vera með evru, það geti ekki verið með sérstaka peningamálastefnu í hverju landi fyrir sig. Þetta kallast þetta kallast fiscal dominance á ensku. Það er að segja þegar ríkisfjármálun er orðin svo slöpp að þú ert að nota seðlabankan til þess að fjármagna ríkissjóð og seðlabanki missir þá sitt sjálfstæði vegna þess að hann getur ekki orðið þessu valdandi að ríkissjóðir fari í þrot og Ítalía er það stórt hagkerfi að evrusvæðið þolir það ekki að Ítalía lendi í miklum krökkum. Svo þetta er mikið vandamál í Evrópu. Hins vegar í Bretlandi, þar sýndi sig núna fyrir 2 vikum að þar er ekki það sem kallast fiscal dominance. Vegna þess að Seðlabankin þar bjargaði skuldabréfamarkaðnum þarna þegar að hann fór að hrynja þegar lífeyrissjóðirnir voru farnir að selja bréf. En svo sagðist þeir alltaf stoppa á föstudegi. Við gerum þetta fram á föstudag, en það stoppum við. Og þá neyddist ríkisstjórnin til þess að reka fjármálaráðherrann til þess að róa markaðina og forsætisráðherrann var þar með algjörlega valdalaus og þurfti að fara frá og svo má ég að segja að enski seðlabanki fellt ríkisstjórn Liströss. Já. Því að þeir hefðu getað gert það sama og sá evrópski haldi áfram að kaupa skuldabréf haldi niður í vöxtunum og leyft ríkisstjórnin að gera það sem hún var að gera var að búa til með minni 40 miljardar punda halla með skattalækkunum og hvað það var sem þetta var svona Reagan stefna þessi að þetta var að lækka skatta myndi örva hagvöxt til hans tíma og það er þeirra pólitík en Bretland er ekki með dollarin svo þeir markaðning á eftir en Seðlabankin hefði getað bjargað málum ekki bara til nokkra daga heldur til lengri tíma og leyft ríkisstjórnin að hefða sér svona en hann gerði það ekki. En þú veist að segja Evrópski Seðlabankin leyfi til dæmis ríkisstjórnum á Ítalíu að vera með það sem þú myndir segja óábyrga fjármálastefnu eða ríkisbúskap. Já, þetta er stórt vandamál því að núna er sambandi búið að lofa aðildarríkjum að fá mikla fjármuni vegna COVID-farsóttarinnar og þeir fjármuni voru ætlaði til þess að hjálpa Ítalíu að ná upp hagvexti gegn því að þeir gerðu allskins breytingar að löguðu sitt hagkerfi en þá kemur ný ríkisstjórn sem að kannski allar ekki gera það svo þetta er mikið vandamál í evrusvæðinu. Já, talandi evrusvæðið þá að því að nú er mikil verðbólga og svona vextir þetta kannski ekki mikið verið til umræði eða frá hruni en ef við skoðum, þú nefndir til dæmis Holland sem að eitthvað sagði að vildu heita Niðurlönduna að það er 17% verðbólga en vextir Evrópska seðlabankans er 1,25%. Hvað gerist í svoleiðis hagkerfi með 17% verðbólgu þar sem stýrivextin eru 1,25%? En sko stór hluti af verðbólgu í Hollandi er vegna orkuverðs. Já. Svo ef þú tekur það af ég man ekki hvort það er 6-7% verðbólgu, það er einhverja slíka tölur. Þetta er meira en við erum með. Miklu meira. Húsnæðisliðurinn var erfiður hér, þar er það orkuliðurinn. Svo það er ástæðan fyrir að vextir sko, fyrir utan hennar skuldavanda Ítalíu, það var hina ástæðan fyrir að vextir hafa ekki verið hraðar upp er svo að þetta er ekki eftirspurnaverðbólga í Evrópu eins og hér frekar eða Bretlandi og Bandaríkjunum. Evrópa er meiri slakiðar, hærra atvinnuleysi. Þannig að það er gott fyrir þá að vera með lága vexti til að örva eitthvað. Það er hugsun eins og. Já, en þið þarna í nefndinni þið gáttu að hækka vextina af því að hér er hagvöxtur. Já, hér er reynt að dempa þessa mikla hagvöxt sem er þessi gríðarlega eftirspurn eftir vinnuafli, mikla neysla, enganeysla sem er að vaksa svona hratt
að þegar allt á blússi og launin hækkum 8% á ári, þegar að verðlag án húsnæðis hækkar 7% á ári, þegar að verðbólguvæntingar hafa aukist og fólk farið að búast við að verðbólgan sé viðvarandi og þá kannski það sett inn í samninga að búist við hárri verðbólgu að þá svona kúrstarri reglum með að vextir að fara upp. Nú ef í haust hafa komið fram upplýsingar að það sé mjög lítið atvinnuleysi, það hefur þetta verið lægra frá einhvern tímann á tímabili fyrir hruni en eftirspurn eða sem sagt mat fyrirtækja náðu hvort þau vanti starfsfólk eða ekki. Það hefur ekki verið mælst herra eftirspurn eftir vinnuafli síðan 2007. Það mátti sjá það, en kannski þetta að draga ályktanir á einni bælingu, en launavísitalan hækkaði 0,8% á milli mánaða í september, miklu meira en verðlag og maður myndi ætla að í svona ástandi náttúrulega kannski kjarasamningar skipta ekki svo miklu máli, það bara komið launaskrið í gang. Heldur að það sé líklegt ástand það sem bara mikill hagvöxtur, mikill vöntur á starfsfólki, að launin bara einfallega hækki vegna þess að fyrirtækin verða bara yfirbjóða starfsfólk ef það ætla ekki að draga saman í rekstri. En hinleiðin að aðflutningur erlends vinnuafls aukist. Hann bara aldrei verið meiri. Það stefnir í það að verði innflytjendur til Íslands verði farið yfir 10.000 á þessu ári. Já, og það það sem að dregur úr þá verðbólgu þrýstingnum hérna innanlands. Og þetta væri fullkomlega hreyfanlegt vinnuafl á milli landa, það var engin ástæða til þess að hafa sjálfstæða peningastefnu hérna, það væri bara hluti af einhverju stærra dæmi, en hann ekki fullkomin þessi hreyfanleiki. En hann það mikill að það dregur úr spenninni. En það rétt hjá þér, þessi punktur sá að það spennan innanlands sem hefur síðan afleiðingar fyrir vinnumarkaðin, ekki síður en eins og menn tala alltaf að vinnumarkaðurinn hafi áhrif á verðbólguna. Það sem gerist á vinnumarkaði afleidd stærð af miklu leyti. Já. Það náttúrulega kannski bara hluti af vinnuaflinu, opinberir starfsmenn og láglaunafólk sem með laun samkvæmt töxtum. Já. Þannig að þá náttúrulega hætt við því í svona ástandi að launaskriði verði kannski frekar hjá, þó kannski ekki vegna þess að það sem þeir talið saman hvar vantar starfsfólk, það í byggingariðnaði, það í ferðaþjónustu, það í flutningum, það bara að keyra túristana, skipta rúmanu hjá þeim. Þetta einmitt greiðana sem að nota aðflutt vinnu. Já, fyrst og fremst. En finnst þið þá ekki skrítið umræðu að það sé allt of mikið af útlendingum hérna á flóttafólki? En þegar menn við flóttafólk, það ekki þá pólitíski flóttamenn, það ekki aðflutt vinnuafl frá Austur-Evrópu? Já, en þetta eiginlega samskonar fólk, við getum bæði unnið. Já. Hagfræðin tekur ekki á flóttamanna. En mannauðurinn sem að kemur til landsins. Nei, ég vil ekki bara... Nei, ég ætla að tala við að nafnaðinn Magnússon þetta í næstu viku. Þess að áhrif innflytjenda á svona líðfræðilegar tölur, að óttinum hraða öldrun þjóðarinnar, það stenst eiginlega ekki lengur. Nei, einmitt. En hins vegar þarf að passa upp á að aðflutt vinnuafl fái þá þjónustu í þessu samfélagi og þau réttindi sem tryggja að næsta kynslóð þessa fólks samlagist á samfélaginu, að skólarnir sé í lagi. Svo ég kenni í Háskóla Íslands, ég minnist þess ekki hafa séð marga börn innflytjenda frá Austur-Evrópu í tímum. Nei. En þessu fallinu námi í framhaldsskóla áður en koma til þín. Já. Ég hef heyrt fólk segja sem hefur kynnt sér málið að innflytjendur, þeir hafa oft miklar vonir framtíðina og líka trú á eigin getu í skólakerfi en þau rekist á vegg vegna tungumálaerfiðleika og menningar mismunar og slíks. Og þetta gríðarlega mikilvægt að passa upp á þegar fyrsta kynslóðin kemur, hún að vinna en svo önnur kynslóðin sem að fæðist hérna, hún samlægist samfélaginu. Því ef hún gerir það ekki, þá þetta svona
tímasprengja. Og svo til að tala að sko samfélagið aðlaðist þeim með því að auka aðgengi í menntakerfið til þeirra sem á heiminu þar sem ekki töluð íslenska við eldursporið. Já. Þetta svona eitt af þessum stórum málum sem að kannski eru vanrækt. Og eru vanrækt, ég veit. Herðu, við erum búin að fara hoppa svolítið skringilega yfir sviðið. Já, frá Seðlabanka Bandaríkjanna til innflytjenda frá og þetta tengist allt. Þetta tengist allt og þú hálf spáir því að getur verið erfiðleikar í nýmarkaðslöndum. Já, og Vesturlöndum í Evrópu. Við vitum ekki hvað þið verða en við vitum ekki alveg hvað skuldirnar eru grafnar en mörg á nýmarkaðsríki standa mjög veikt. Vesturland Suður Afríka eitt land sem oft nefnt sem geti fallið núna en þegar Bandaríkin hækka vexti þá eru afleiðingar í heimsagkerfinu og það svona stærsta óvissa núna í fjármálum, jafnvel enn meiri heldur en Úkraínu deilan held ég efnahagslega. Herðu, við ætlum að finna leið til þess að fylgjast með þessu. Takk fyrir Gylfi Zoëga. Við ætlum að halda áfram með þáttinn eftir augnablik. Ég ætla að sjá til hvaða verður sem kemur á dagskrá. Já, nú ætlum við að gera, hvað ætlum við að gera? Við ætlum að tala bíó. Það bíómynd sem sýnd í Bíóparadís sem heitir Triangle of Sadness og eiginlega svona innlegg inn í samfélagsumræðuna. Það eru listaverk geta verið það, bæði listaverk í frásögn og þessu líku en líka haft brýnt erindi og til að ræða þessa mynd eru hingað komin Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Backman og Benedikt Erlingsson. Mér er velkomin. Ég vona því að við séum myndir það.
Já, Hvað, ef að ég hefði ekki séð hana, segðu mér aðeins frá henni. sko, fyrir að fyrsta minnstu bara frábær mynd, Mm. og hún kemur með svolítið svona áhugavert sjónarhorn á alls konar svona samfélagsádilur og þú ert að sjá kannski margt sem að er í raunheiminum en þú ert að sjá það í annari mynd, þú ert að búa að hvolfa eins og bara valda pyramítanum og þú ert með hennan, Hann hvolfist. já, og þú ert með þú veist þessa karlkyns persónu í upphafi sem er þessi mikil feministi og er með þá umræðu og það er bara svona alls konar sem að, þú veist, er kannski búið að vera að segja í mörg ár sem er samt, þú veist, kemur þá í öðru ljósu og maður tekur einhvern veginn öðruvísi inn út frá myndinni, að mínum mati. Hvað segir þú, Benni? Já, ég sá einmitt þessa mynd í Cannes á frumsýningunni Já. með elítunni. Já. Með Já, þú ert á fyrsta farrými í Það þessu. var einmitt gaman með okkur hérna við í fyrsta farrými, Já. það fór hrollur okkur Mm. þarna. Og ég fór svona að hugsa sko búskaparhætti, þarna íslenska búskaparhætti sem er mjög merkilega og mikilvægt rit eftir Jónas frá Hrafnagili sem kennir okkur hvernig á að lifa af á Íslandi og er grundvallarrit og líklega í ljósi þess að okkur kannski mun hvolfa hér í ljósi loftslagsbreytingana. Það var nú eins gott að kunna búa til taðkvörn og rækta garðinn sinn og flá kind og þarna einmitt gerist það í þessari fallegu mynd að það er skúringakonan sem kann að kveikja eld og veiða fisk og hækkar í status og alveg á sama hátt, hún nýtir sér það. En Fyrir þá sem ekki hafa séð þetta er sem sagt fólk á listisnekkju, þar sem er mikil hýrakía og stigveldi og svo fest skipið og þau reka á land þarna nokkur og það er eiginlega klósettþernan sem að svo eina sem að kann að veiða fisk og elda fisk, kveikja eld sem að verður eiginlega kóngurinn. Já, og byrjar að kynþrælka mótilið og svo hræðis. En þetta er sem líka skemmtileg stúdía á einmitt elitin og tegundur fólks, skilur við. Þarna eru áhrifavaldurinn og mótilið og ofurríka liðið og gamlir peningar og nýjir peningar og menningar munur á milli þeirra en öll eru þau á fyrsta farrými, sko. Og líka sko að því strax í byrjun eru þau eins og í tískusýningunni sem kemur hérna í upphafsatriðinu, þú veist, þá er þetta skilur við erum öll jöfn og við, þú veist, allt skilur bara world peace eitthvað og líka, þú veist, þessi sama ádela sko í kafla 2 þegar konan á fyrsta farrými er meitt að segja við starfsfólki bara, jú, við erum jafningjar, þú átt að koma inn á synd og neyður allt starfsfólkið í það. Þú veist, það er til dæmis mjög áhugavert af því að þú veist, maður sér það bara svo bersýnilega að þið eru alls ekki jöfn og þessar stöður eru bara svo ósambærlegar einhvern veginn. En stöðuna er það ekki bara fyrst og fremst peningarnir sem að ráða því hvað þú ert í? Já, í þessu samíki er náttúrulega þarna peningum breytt í vald, sko, og menn nýta sér það, þessi valda misnótkun, en hún gerir það líka í fyrsta atriðinu milli mótelsins og konunnar sem hefur hærri tekjur og það er svona sænst par, hvor á borga reikningin og akkur þarf hann að borga reikningin, hann hefur miklu minni tekjur en hún, því hann er kallmaður, skilur, og svona svíi sem orðar það og og þetta þema er sem sagt endurtekið, sko, þú veist. Já, einmitt. Kynin. Já, þetta fer inn í kynin og stjættarmun og svona við og svo kemur þessi marxíska umræða, það er náttúrulega brjálaður skipstjóri sem er marxisti. Þú væri ránað með hann. Og mjög ólíkarki menntaður í leninísku fræðum. Ólíkarki menntaður í þessum er orðið ríkur á skít, beinlinis, á því að dreifa skít. Einmitt. Þannig að þetta er náttúrulega ótrúlega flottur spegill, sko. En það er svona áhugavert, sko, hvernig, þú veist, ég meina að því ríkt fólk, mér finnst ekki þetta snýst ekki bara peninga heldur aðla valdastöðuna, því hann málar ríka fólki ekkert endilega sem vont, eða þú veist, eins og þessi gömlu hjón sem eru, þú veist, að græða á vopnaframleiðslu, skilja þetta eru svona krúttlegt, svona almennlegt og aðgengilegt fólk þarna og það er einhvern veginn, þú veist, að því maður kannski ímynda sér að þetta sé einhver skrimsli, þú veist, á bakvið allt þetta, sko. Já. Þannig að hann einhvern veginn tekur líka alveg svona smá beygir þar og mér finnst það líka alveg bara sína, þú veist, að þessi einstaklingshyggja virkar ekki eins og þeir eru komin að eyðieyjuna, þú veist, að því ég meina klósettferðnan sem að ræður öllu. Verður hún ekki skrimsl eins og þau voru? Þú veist, að á einhvern hátt, en hún gæti, þú veist, í þessum sporum þá gæti hún ákveð bara, þú
þú veist, að láta þau öll bara svelta, skilurðu, en það er líka bara, ég held að þetta sýnir manni svolítið, þú veist, ég meina, þú vilt hafa samfélag, þú vilt hafa fólk með þér, þú veist, þó þú sért kannski að nýta það á ólíkan hátt, en þú veist, það er fullt af fólki sem fær bara svolítið svona slæta með, þú veist, bara því það er þarna, einhvern veginn, þú veist, þetta er ekki, skilur, þau þurfi ekki öll að koma með þetta framlag til þess að vera partur af þessu samfélagi sem er búið til þarna. Það eru alls konar speglanir líka þetta skipið sem við erum á sem er að velta út af loftslagsbreytingunum og allt það og hvernig við kostum upp bara í velsæld og það er líka hlutskipti hérna veiku eða hérna fölluð, hérna slösuðu sem eru beinlega skiltir þarna eftir og hérna þannig þetta er hérna ótrúlega allegória á það og interessant að því við erum hér að þetta er ekki algengt í kvikmyndagerð og það segir manni að sko átökum stjættarmun, það segir manni kannski við sem búin til kvikmyndir erum millistjætt eða yfirstjætt og við gerum kvikmyndur okkur en þó eru til myndir sem gera það, oft er þetta sósíalrealismi mikil í arthásheiminum svona misseri myndir, þú veist, lágstjættir. Þannig mismunandi eftir lönd, það er oft í frönsku myndum með stjættamyndum. Já, og það er það. Suður Kórea er bara eiginlega fjallum það undanfarnar ár. Já, fullt af mynd það, sko, lægstu stjættina, en sko, að setja saman átökin á þennan hátt. Til dæmis einn myndin á íslensk myndi, Andið eðlilega, sem er sko sjálfgerð mynd tvær konur í lægstu stöðu. Og ef ég á að tala fleiri íslenska myndir stjættar átök, þá fyrsta myndi sem þetta eftir hugan náttúrulega Hrafnur flýgur. Já, svo mynd. Sem er náttúrulega þræla og yfirstjætt. En hann er svolítið svona kaldur höfundurinn. Hann er svona alltaf að afhjúpa svona yfirborði sem við breiðum yfir okkur, það er ekki mikil innistæða í okkur. Og það er líka allt þetta, þú veist, með þetta samfélagsmiðla par, þú veist, að sína þetta svona hrátt, skilurðu, þú veist, hún bara, þú veist, er þarna til að taka myndir og hann alltaf einhvern veginn hliðinu svona, þú veist, að þessi hamingi sem þú ert að sjá í gegnum samfélagsmiðla er kannski ekki alveg til staður og allt það, þú veist, það eru svona margar litlar ádeilur einhvern veginn inn í myndinu svona. Það er engin hamingisamar í þessari mynd, það? Ekki mikið, nei. En sko, ég meina, Rúben Östlund er einmitt þar rétt hjá þér, hann er svolítið svona, hann er kaldur og analítiskur sko, sem horfir á manneskjuna sem dýr og horfir á manneskjuna sem í valdabörð í túrist eða force majeure þar sem mennskan er mjög þunn þar sem og faðirinn afhjúpast þarna, bjargar símanum sínum og skilur fjölskyldunum sinna eftir og hvernig þau sko meðvitað reyna að búa til bandalagið aftur sko, bara þess að halda saman fjölskyldinni út af stærri hagsmunum og það er þessi svona, komum við að segja svona marsísk sýn sko á eðli mannsins sko sem er grimma dýr og statusdýr. En kynin í þessari mynd, þetta er náttúrulega mikið stjættir, en svo er þetta líka kynin. Já, mjög mikið, það er náttúrulega bara strax í byrjun, mér fannst það mitt gott uppásatrið þar sem þeir eru að benda á bara, ég meina, karlkynsmótur fá 1/3 af launum kvenkynsmótura og allt það, þú veist, og svona alls konar eitthvað í feminisma sem maður hefur kannski ekkert heyrt mikið af. Það raskar ekki hluturkonum að konan á samt að fá matseðil með engum verðmerkingum og hann á að borga. Já, einmitt, þú veist, það er líka bara einmitt samtrútt fyrir sig, en þú veist, mér finnst það bara svolítið svona góð sýn á það, þú veist, að auðvitað af því við viljum vera jöfn kyn, að þá á, þú veist, eiga hluturkinu vera jöfn á öllum einhvern veginn vígstöðum svona, þannig að þú veist, mér finnst það svolítið, já, góð punktur allavega. Í gamla daga þegar voru stjættir, þá var oft sýnt að sko lágstjættin væri náttúrulegri, svona rússóismi. Það væri betri og nærtengdari. Það er ekki alveg. Já, en þú hefur það í íslensku myndum eins og til dæmis veiðiferðin. Þar ertu með, að því vilist, er þetta ein stjætt, en þeir eru samt þarna með bankamann og stjórnmálumann, sem eru sko drullusokkarnir. Búin að fyrirgera sálsinni. Þeir eru drullusokkarnir. Það er að segja menningalega kapitalið í íslensku narratífinu liggur hjá lágstjættunum eða millistæðar og ríkikallin er skítæll. Skilur, það er svona gegnum gangandi. Ég veit ekki hvort það er að breytast sko og svo en þetta er svona sem sagt búið sem er Jensen voru danskir skilur og einhvers konar skömbó þar skilur. Þannig að það er narratífa sem er mjög interessant sko hvort að og raunverulega er að breytast sko.
þú veist, þegar eins og hann benti hérna á undan varandi, þú veist, þegar önnur kynslóð innflytjenda fær ekki menningarlegt tækifæri til að byggja sér menningarlegt kapital, þá á hún engan séns í reynum félagslegum hreyfanleika. Og við höfum ímyndað okkur á Íslandi að, þú veist, fátækt fólk, og það reynst að fátækt fólk hefur haft menningarlegt kapital, þannig að það getur lyfst upp. Þú einhvern tímann talaði svo fallega ríkisútvarpið sem akademíu fyrir fátækt fólk, sko. Og nú erum við bara með alveg nýtt scenario. Þú veist, þegar öll miðlun og nýjar kynslóður ekkert með í arðunni, það horfa ekkert á ríkissjónvarpið eða útvarpið og eru bara að leika sér við amerísku vini sína og kínverska miðlunum og svo framvegis. Og það eitthvað stórt að breytast og það mun breytast í menningarlegu kapitali milli kynslóða. Og þá bara í færni tungumálsins, í færni þess að lesa eða skrifa, einhvers staðar stefnir þetta það að við sem að fara til helvítis. Það var eitt í hérna sem að erum munun á Ég er bara í þannig fyrst, sko. Munun á menningu hástéttar og lágstéttar hann í upphafi. Það að hérna módel brosa, þá hefur verið að selja múgnum það. Já. En því fíldari sem módelið því dýrar er vörumerkið. Því að þeir sem að fljóta ofan á menningunni eru raunverulega, það einhvern veginn verið að segja að þetta eiginlega algjörlega dauð menning. Já. Og það alltaf verið að gefa fólkinu að borða mjög skrautlega mat, en það ekkert sem gerir þetta fólk glatt. Fannst ykkur verið eitthvað svoleiðis í þessari mynd að svona menningin okkar væri svona dauð? Já, þú veist, mér fannst það birtast á marga ólíka vegu gegnum myndir, einmitt eins og þarna H&M og Balenciaga atriði. Sem er stórkostlegt atriði og líka þegar mótilið að taka mynda sér að borða spagetti og allt æðislegt og bara fyrir Instagram og svo bara ég er með glútenóþol, þetta allt svona, þetta allt þetta front og svo, ertu ekki að njóta á móti, bara svona að leika það að njóta og hafa það æðislegt sem var svolítið áhugavert. Já, ég meina, það hort niður á hástéttina þarna, skilur við, það sín höfundar köld, sko, hún svolítið svona, svo Snorri Sturluson, getur maður sagt, mjög kaldur höfundur, manneskjan statusvera, hún kynvera, hún félagsvera, en hún bara, hún dýr, sem og það engin raunveruleg empatía, það eru bara valdabarátta, og þetta ákveðin holl afhjúpun, við segjum svona sögur til þess að minna okkur á, og þetta saga sem hjálpar okkur að lesa samfélag okkar og okkur í kring út frá þessu kalda perspektífi, sko, sem hollt. Þetta ekki allur sannleikurinn, en þetta hluti af honum. En svona listaverk sem eru lögð inn í samfélagið, það innlegg inn í samfélagsumræðina? Þessi mynd að segja okkur eitthvað? Þetta pólitísk mynd sem þetta bara í pólitísku umræðu? Mér finnst það að mörgu leyti. Ég meina, hún sýnir líka bara það að þessi einstaklingshyggja virkar ekki, eða það skilur, þetta einhvern veginn, við þurfum svolítið að hugsa heildina og við erum, ég meina því að eins og þegar þau einmitt enda á þessari eyðeyju, þá eru allir að reyna að bjóða skúringakoninni, úrin sín og öll þessi verðmæti í næsta heimi, skiluru, en einhvern veginn þarna á þessum stað, það þurfið að vinna saman og það ekki, þetta hefur ekkert vægi einhvern veginn í þessu umhverfi, þannig að við erum búin að skipta það, þá ertu búin að missa allan status einhvern veginn. Þetta við tristum á virkaði ekki þarna. Já, einmitt. Í eftirlífinu. Sem getur verið sammitt bara þegar það kemur þegar hamfarahlýnin komin á það stig að þetta hættir að hafa eitthvað verðgildi, sko. Já, ég held að, breytir menningin eða menningasköpun, breytir sagan raunverulega kýtismáttum, geta hugmyndir raunverulega breytt samfélögum eða endurspegla menningin bara ríkjandi hugmyndir. Þetta mjög stór spurning sem við höfum tekist, ég held að þetta sé bara Kant eða Hegel eða hvað sem ég meina, Jesú Kristus sagði sögur, skilur við. Hann breytti kannski ekki sínu samfélagi, en hann virkilega hafði áhrif, þegar lengri tíma lítið til góðs og stundum til íls, eða hvernig hann var notaður eða hvað sem Ég meina, það það sem svo sorglegt við listamenn að þeir vilja gjarnan vera byltingamenn, en þeir raunir eiga ekkert í það, vegna þess að þeirra boðskapur, hann svo hægfara. Ég held að, það taki, hann virkar á 3 kynslóðafresti, held ég, með ykkur. Þessi mynd
sem verður líklega klassík, hún minnisvarð eitthvað hér og býr til einhverja sýn sem gæti haft mótandi áhrif á gildismat einhvers hóps sem breytir þá einhverju hvernig þessi hópur velur en það mun gerast á miklu lengri tíma. Já, einmitt, og afleiðingarnar koma fram miklu seinna. Já. Þið finnst þetta svo góð mynd að þetta er Þessi mynd hún er og fólk á að sjá þetta. Já, þetta er Það alveg er gaman að fara á hana. Varst þú alla leiðina heim að tala um hana? Já, alveg alla leiðina heim og bara, Þetta er alvöru listaverk og þetta er kvikmynd sem hefur í sér skáldskap. Það er ekki alltaf aftur að segja það kvikmyndir. Hörðu þetta. Við mælum með því að fólk fara á hana og tala um hana. Okkur finnst gaman að tala um hana. Endilega. Herðu, við ætlum að tala um alltara sögu hérna á eftir. Það er sagan af Íbúðalánasjóði. Haldið ykkur fast. Já, Íbúðalánasjóður er kannski eitt af svona stóru málum þessa vikuna fyrir utan umræðinu flóttamannamálin og til þess að ræða Íbúðalánasjóður hingað komið Þór Sari fyrir þingmaður. Þú varst nú ekki þingmaður þegar þetta var samþykkt þessi lög. Nei, ég hafði ekki forframast það mikið. Nei, 2004, það varst ekki þingi. En ég var að vinna þá hjá einmitt Lánasýslu ríkisins sem var með ríkisábyrgðirnar og ég sá ríkisábyrgðirnar. Já. Og kom þetta mál til ykkar? Já, ég meina við að sjálfsögðu þurftum að senda inn umsagnir þetta þegar ljóst var hver stefnan átti að vera. Það er að segja að það átti að breyta þessu fyrirkomulagi skuldabréfa Íbúðalánasjóðs og
það var alveg borleggjandi leið og þær tillögur komið fram að það var komin þarna mikil áhætta í spilið vegna þess að bréfin sem átt að koma í staðinn þau voru ekki uppgreiðanleg og þetta var í rauninni þetta var þannig áhætta og það mikil áhætta það var mjög sérkennilegt að þetta skuli hafa verið sett fram með þessum hætti og Þetta rann í gegnum þingið bara með tildulega lítill umræðu, ég hefur verið að skoða það. Já, ég held að fólk hafi bara hvorki nefnt að skoða þetta niður að gera sig grein fyrir því hvað var í gangi almennilega. Pétur Blöndal benti það. Það voru nokkra umsagnir, Seðlabankanum að víðar. Jóhanna benti á þetta, en hún benti á svolítið svona margt, þannig að hún gerði þetta ekki að svona meginatriði. Þessa áhættu sem það var að vera að búa til. En maður náttúrulega velti alltaf fyrir sér bara þessi séns sem að menn voru að taka þarna, hvort að þetta var hluti þá af einhverju stærra samhengi og samkomulagi sem að var búið að gera á bak við tjöldin. Að bankarnir kæmu þarna inn og þetta væri upphafi af því að Íbúðalánasjóður færi af þessu markaði. Já, ég held að það sé alveg vert að velta upp þeirri hugmynd líka vegna þess að menn gera ekki svona heimskulega hluti bara óviljandi. Ég held að það sé alveg útilokað en maður veit ekki hvað var á bakvið þetta eða hvort að þetta var einfallega bara einhvers konar smádílar sem að þeir hjá Íbúðalánasjóði voru að gera og einhverjir fengu, það var náttúrulega Deutsche Bank sem að ráðlagði þetta og við bentum strax á að ef þeir ætlaði að fara út í þessi skipti þá yrði það að vera bara fyrir mjög lítinn hluta af bréfunum og til þess að þeir hefðu alltaf borð fyrir báru. En það var ekkert hlustað á það og Deutsche Bank fekk náttúrulega sína þóknun og lagði til að nánast öllum bréfunum verið skipt út og fekk sína þóknun fyrir það. Svo við skýrum það út fyrir þá sem ekki þekkja, að þá vandamálið við það að það var verið að fjármagna Íbúðalánasjóð með óuppgreiðanlegum lánum til langs tíma hérna megin. Síðan var lánað út til almennings á lánum sem var hægt að greiða upp með tildulega lítilli uppgreiðslu álagi. Já, og þetta er bara... Og þetta var átt að byrja á þessu. Síðan til þess að skuldabréfa útgáfan væri nógu stór, að ráðleggingu þeirra sem átt að sjá það, eins og Deutsche Bank og fleiri, að þá var skipt út gömlu húsbréfunum sem að voru innkallanleg. Þannig að hefði mátt minnka gallan. Ég var að fletta upp hvað það var stórt sem að þeir skipt út, tókur létu nýju íbúðabréfin í staðið fyrir gömlu húsbréfin. Þetta eru 700 milljarðar. Já, þetta var alveg gríðarlegu pakki og það er alltaf spurning hvað Deutsche Bank fékk í þóknun fyrir það hefur ekki komið fram og menn sögðu sem svo, Deutsche Bank er nú virtur þýskur banki, en Deutsche Bank er búin að vera í eigu bandarískra vogunarsjóða í áratugi og það er ekki tístiðan en nafnið. Og er búin að tengja hverju hneykslismálinu og þetta eru öðru bara í alls konar braski og... Já, og Ólafur Ólafsson, náttúrulega framsóknarmaður hjá Samskipum reyndi líka að hengja virtan þýskan banka á sitt brask með búnaðarbankan á sínu tíma þannig að þetta er svona svolítið þekkt aðferð hjá framsóknarflokknum að leita til Þýskalands eftir einhverju viðurkenningu. Síðan stutt eftir að lögin voru samþykkt þá koma bankarnir inn í samkeppni og það er bara haustið. Þetta er samþykkt að voru til. Haustið þá gerir Kaupþing-banki árás á býður mjög fljótlega 100% lán, lægri vexti og það verður eiginlega bara ljóst þá að það sem að menn höfðu varað við er bara að fara að gerast. Já, það var alveg ljóst mjög fljótlega og það er athyglisvert líka að veita því athygli hvernig pólitíkin tengdist inn í bankakerfið á þessum tíma því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var varaformaður Sjálfstæðisflokksins og maðurinn hennar var yfirmaður hjá Kaupþingi. Þannig að þarna var verið að moka náttúrulega mjög örugum lánum inn í bankakerfið. Nú Árni Magnússon sem var félagsmálaráðherra á þessum tíma, hann fer svo bara þegar hann er búin að vera ráðherra í svolítið stund, þá fer hann bara beint yfir til Glitnis sem að hirti náttúrulega líka upp helling af þessum lánum og svo var náttúrulega Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, hann var hluthafi í Landsbankanum og hann fekk nú dóm fyrir það og gott ef hann satt bara ekki inni í svolítinn tíma. Þannig að það, pólitísku þræðirnir eru út allt í þessu máli bakvið og það er ekki tækt að horfa fram hjá því að þetta gæti alveg eins hafa verið ætlanmanna en ekki einhver mistök eins og þetta hefur stundum verið teiknað upp.
menn töluðu, sérstaklega sjálfstæðismenn, eftir að bankarnir komu inn á markaðinni í samkynna, að þetta væri sko framfaraspor og það var segja framsóknarmenn að sjálfstæðismenn hafi mjög þrýst á það að Íbúðalánasjóður færi í það að verða raunverulega heildsölubanki fyrir bankana. Og þá gerist það hann er með þessa peninga sem hann hafi lánað út. Þá lánar hann bönkunum sem hann lánaði aftur til almennings á lægri vöxtum sem hann fer með peningin til Íbúðalánasjóð til þess að greiða upp lánin. Þannig að hann eiginlega býr til, hann fjármagnar hringekjuna sem að verður banabiti hans og það sem að stendur núna eftir sem að svona lágmarki 270 milljarðar. Já, þetta var bara svona spírall niður á við fyrir Íbúðalánasjóð og það svolítið erfitt að henda reiður á því sko nákvæmlega hvert hlutverk eins og til dæmis Guðmundar Bjarnasonar og Halldórs Magnússonar og Jóhanns var í þessu. Við vorum nú mikið í samskiptum við þá og maður veit ekki almennilega sko, vissulega voru þeir vanhæfir á margan hátt og Guðmundur Bjarnason sko bankastjóri stærsta banka Íslands hafði verið starfsmaður í útibúi Samvinnubankans í Keflavík þegar hann tekur við þessu starfi og það var alveg augljóst á samtölum við þessa menn og eins við fundum líka með þeim niður í félagsmálaráðuneyti að þeir vissu ekkit hvað þeir voru að gera. Það bara vanhæfnin var bara algjör á öllum póstum. Formaður stjórnar var sjálfstæðismaður sem kemur svona byggingageranum sem átti að vakta það að byggingabransin fengi eitthvað út úr þessu. Já, og náttúrulega stjórn Íbúðalánasjóðs var alveg klassískt samsett úr fjórflokknum, bara þessir svona pólitísku varðhundar fjórflokksins á þingi og slíkar stjórnir hafa aldrei, ekki þá og ekki enn þann dag í dag, gert nokkuð skapaðan hlut til þess að skipta sér af rekstri þessara stofnana. Við sjáum þetta bara með bankar og seðlabanka og við sjáum þetta með stjórnir Ísavía og stjórnir annara stofnana. Þær eru bara svona, þetta eru svona silkihúur stjórnmálaflokkar sem sitja þarna inni en hafa ekki sko hundsvita á rekstrinum og hafa engan áhuga á því að skipta sér af honum heldur sko. En hvað leikur ábyrgðin í þessu? Samkomulag er gert í svona eins konar ráðherrahóp. Það sem Árni Magnússon og Halldór Ásgrímsson frá Framsókn, Davíð Oddsson og Geir Haarde. Þetta er fyrir áramótin sem samkomulag gert að gera þetta með þessum hætti. Síðan náttúrulega verður stóra skipti, þannig að Halldór verður forsætisráðherra og Árni Matt tekur við í fjármálaráðuneytinu. Já, sko ábyrgðin á... Síðan fer þetta ekki þingið og þar eru þingmenn sem að samþykja þetta. Það eru 4 þingmenn sem að sitja ennþá þingið sem að samþykja þetta. Það er Bjarni Ben, Guðlaugur Þór, Þorgerður Katrín sem þú nefndir áðan og Birgir Ármannsson. Síðan framkvæmdin hjá Íbúðalánasjóði og það skólast eitthvað til dæmis Íbúðalánasjóður fer í skuldabréfaútboð þegar hann vantar ekki pening. Þegar vandamálið vel innstreymi af peningum, þá aukaði vandinn með því að sækja ennþá meiri peninga, líklega hvatningu frá Deutsche Bank eða ykkurum. Hvað leikur ábyrgðin í þessu? Já, ábyrgðin á framkvæmdi leikur náttúrulega hjá forstjóra Íbúðalánasjóðs sem var Guðmundur Bjarnasyni og þeim mönnum sem voru honum náttúrulega innan handar, Halli Magnúsinni og Jóhanni sem var ágætis náungi, við spjölluðum oft við hann en hann var nýkomin úr námi og var þarna með eitthvað áhættustýringarkerfi sem að hvorki hann í aðrir skildu í rauninni hausnisborð á og það kom út með alls konar skrýtnar tölur og við náttúrulega hjá Ríkisábyrgðasjóði og Lánasýslunni við bentum þeim bara á tölulega hvert þetta væri allt saman að fara og við vorum bennir að koma á fund niður á þingi þegar verið að fara í gegnum þetta og ég minnir að það verið sko félagsmálanefnd frekar en efnahags- og skattanemnd sem við fórum fyrir og ég lagði tölurnar bara eins og það komið fyrir á borði fyrir þá og sagði þeim hvað myndi gerast þegar þetta færi af stað og þetta vakti upp sko mikla úlfúð hjá Íbúðalánasjóði og Guðmundur Bjarnason reyndi að fá mig rekinn frá Lánasýslunni fyrir að hafa sagt Alþingi frá þessu. Þetta var komið á það stig og virkilega svona ógeðslegt að upplifa þetta vegna þess að þetta voru vanhæfir menn sem var búið að líklega etja á eitthvað foraf af stjórnmálamönnum sem voru með eitthvað agenda sem að enginn hafði sko, einhverjir vissu hvað var en gerðu sér samt ekki almennilega grein fyrir því sko. En pólitísk ábyrgðin var náttúrulega hjá Halldóri Ásgrímssyni og Árna Magnússyni og Geir Haarde sem var fjármálaráðherra. Ég veit svo sem ekki hvað Davíð Oddsson hefur verið að skipta sér mikið af þessu nema bara sem þá
sko formaða flokksins eða eitthvað svoleiðis. Það var hann að kemur fram í rannsóknarskýrslunni að samkomulagið eiginlega gert fyrir áramótin þegar hann ennþá forsætisráðherra. Svo verður svona stólaskipti. En Geir Haarde hefði náttúrulega átt að og hafði sína fagþekkingu á þessu málum og það var náttúrulega nákvæmlega útlista fyrir þeim í fjármálaráðuneytinu hvað var í gangi. Og hann var að sömuleyti hvatamaður þess að það var verið að leita leiða til þess að fjármagna íslenska húsnæðiskerfið erlendis með stórum skuldabréfa útgáfum. En þá var ekki komið þannig að það var verið að ræða þessi óuppsegjanlegu bréf. Það virðist hafa orðið í svona aðdraganda þess að lögin voru lögð fram. Já, þetta spilaði náttúrulega líka rullu í þessu var að mönnum vantaði það sem að kallaði vaxtaferill á verðtryggð skuldabréf og að því að ríkissjóður var með tiltölulega litla útgáfa verðtryggðum skuldabréfum miðað við íbúðalánasjóð. En það var erfitt að byggja einhvern vaxtaferill á bréfum sem voru innkallanleg sögðu menn. Þó að það var samt búið að vera að selja þau töluvert erlendis og það er athyglisvert að Heiðar Guðjónsson innst í koppurinn í Sjálfstæðisflokknum hafi verið að selja eitthvað af þessum bréfum í vogunarsjóðum út í New York sem að hann þekkti. Hann seldi húsbréfin sem voru innkallanleg. Já, sem voru innkallanleg. Það var hægt að selja þau. Þannig að þau voru með svo háa vexti. Já. En svo náttúrulega bara sérstaklega fjármálaráðuneyti sem að hleypir þessu öllu í gegn því að ábyrgðin er að hluta til þar og þar er náttúrulega Geir Haarde toppurinn og svo Baldur Guðlaugsson ráðuneytisstjóri sem að náttúrulega átti hlutabréf í Landsbankanum sem að fekk svo fullt af þessum húsnæðislánum til sín og svo var náttúrulega skrifstofustjóri fjárræða og eigna sem að var þá Þórhallur Arason sem að var tengiliður milli ráðuneytisins og lánasýslunar sem öll okkar samskipti fór í gegnum og það var oft mjög erfitt að komast fram hjá honum en við náðum þá eyrum Baldurs og Geirs Haarde en það skipti engu máli þeim var alveg sama þetta var hluti af einhverju annari stóri áætlun og við sittum upp með reikningin í dag spilta pólitík íslenska sem sendir svo reikningin á skattgreiðendur. Og kom þetta mál svolítið kemur inn núna bara með blaðamannafundi Bjarna þar sem hann boðar það að hóta það að setja lög þannig að skuldin falli á eigendur bréfanna að einhverju leyti. Tölurnar sem hann leggur fram 200 milljarðar, 47 milljarðar verið notaðir til þess að henda þarna inn ofan á þá það er líklega 70 milljarðar núvirði sem er búið að gera og síðan gangi ríki frá þessu að þú segist að það var unnið í ríkisábyrgðasjóði og nú er deilt það er raunveruleg ríkisábyrgð á þessu á maður að treysta því að ríkið borgi bréfið eða getur Bjarni labbaði frá því og látið þetta falla á lífeyrissjóðuna? Já, þetta fellur ekki á lífeyrissjóðuna öðruvísi en þannig að það fer svolítið eftir í hvernig þessi ákvaða gengi þessi bréf eru gerð upp og það snýst málið að ef þau eru lífeyrissjóðunni vilja að þau verði gerð upp á markaðsvirði þannig að þeir fái þá allt sitt en samkvæmt lögum og reglugerðum að þá á einfaldlega slíta íbúðalánasjóði greiða upp þær skuldir sem að eignir eru til fyrir og ríkið ber ábyrgð á restinni en frá og með slitadegi það er sem sagt uppgjörsdagur bréfanna og það er þá alltaf spurningum hvaða gengi verður notað í það uppgjör og það snýst deilan að hvort að það verði þá þessir 140-50 milljarðar sem að út af standi sem að lendi á lífeyrissjóðunum vegna þess uppgjörs eða hvort að þeir ná samkomulagi við ríkissjóðum einhverja aðra tölu. En það er ekki verið að tala um það að lífeyrissjóðunir sé að fara fram á að fá ávinningin af bréfunum næstu 15 árin? Nei, ég held að þeir þóru nú ekki að ganga svo langt en við þurfum líka að hafa það í huga að það voru lífeyrissjóðunir sem að græddu á þessu fyrirkomulagi líka vegna þess að bréfin sem var skipt út og komu í staðinn þau voru verðmeiri og þau voru auðseljanlegri og þannig að lífeyrissjóðunir sjálfir eru þegar búnir að græða á þessum skiptum meira en þeir hefðu annars gert með gömlu húsbréfin. Sem að voru lakari fjárfesting fyrir fjárfestar. Já, að einhverju leyti. En er það ekki þannig að þegar þetta var boðið út að þá voru það voru erlendir aðeins sem keyptu eitthvað, þannig að öllu líkjöndum er eitthvað af þeim bréfum sem að liggja hjá lífeyrissjóðunum hafa komið til lífeyrissjóðuna svona á leiðinni. Já, svo veit maður ekki náttúrulega hvað þetta hefur skipt oft hendur í millitíðinni, en lífeyrissjóðunir voru náttúrulega bara látnir fjármagna íbúðalánakerfið
á þeim forsendum að ríki myndi alltaf bakka á upp að fullu. En það var lagt í þetta með þeirri vonum að erlendir fjárfestar kæmu inn og myndu fjármagna. Já, það var svo aftur á móti sko, tengt þessum hugmyndum að gera Íslanda einhverju alþjóðlegri fjármálamiðstöð og þessum draumórum sko, nýfrjálsíkjunar á þeim tíma sem að náttúrulega kaupþinking og allur sá farsi sem að sko, menn voru búin að kokka upp í Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokkurinn spilaði með og leiddi svo til hrunsins. En það kerfi sko allt saman náttúrulega bara rætur sínar að rekja til þess þegar að Íslendingar taka upp fjármála löggjöf Evrópusambandsins á sínu tíma upp úr aldamótunum. Þá taka þeir hana bara hráa eins og hún kemur af kettinum og prjóna ekki inn í hana neina varúðarreglur eins og öll önnur lönd í Evrópusambandinu gerðu. Þeir bara tóku þetta svona og fjármálakerfi sagði þetta fínt, við skulum ekki breyta neinu og ríkisstjórn þess tíma bara samþykti það og gleypti það. Og það þar sem að vandinn upprunalega liggur, svo náttúrulega búið til eitthvað fyrirbæri sem að heitir fjármálaeftirlit og ég var nú í Seðlabankanum þegar það dæmi var allt saman og það náttúrulega fór af stað bara aftur og bak frá fyrsta degi vegna þess að bankastjóri, það var einn úr bankastjórn Seðlabankans, Eiríkur Guðnason sem var beðinn að taka sæti í fyrstu stjórn fjármálaeftirlitsins, átti að vera 3 manna stjórn. Og hann sagði okkur þetta yfir hádegisverði í Seðlabankanum en hann sagði sko en skilyrðið að sonur félagsmálaráðherra verði ráðinn forstjóri og hann sagðist alltaf að hugsa málið og svo hætti hann við það og Birgir Ísleifur var sá sem að tóka sér það skítverk fyrir Seðlabankan Þórður Friðjóns? Nei, Birgir Ísleifur. Nei, ég segi með að það var forstjórinn. Já, það var Páll Gunnar Pálsson sem var svo fyrsti forstjóri fjármálaeftirlitsins. Hann náði svo að koma sér út tímalega áður en að hruni varð og Jónas Þórir Jónsson var ekki, sonur Jóns Magnússonar. Hann var svo forstjóri fjármálaeftirlitsins. En fjármálaeftirlitinu var aldrei ætlað annað hlutverk heldur en að vera bara stimpilpúði fyrir Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn í fjármálakerfinu og þannig að hluti af þessum vanda liggur þar líka að ég meina þetta var bara svona, ég meina Páll Gunnar Pálsson hafði enga þekkingu eða reynslu af því að vera forstjóri fjármálaeftirlits og Seðlabanki sjálfur setti á stofn fjármálastöðugleika svið sem að var nú mjög merkilegt fyrirbæri, ég var í Seðlabankunum þá líka og þeir sem voru ráðnir þar inn áttu að vera hálfgerðir ofumenni og þeir voru á svo háum launum að það þurfti að hækka laun bankastjórana talsvert til þess að fara upp fyrir þá og menn svona spiluðu þetta með Seðlabankan eins og þeir hafa alltaf gert, ég meina það voru 3 Seðlabankastjórar þegar ég var þarna, Birgir Ísleifur, Eiríkur Guðnason og Steingrímur Hermannsson og Steingrímur Hermannsson sást aldrei, hann bara mætti aldrei og svo hætti hann eftir einhver tíma. Eiríkur var fagmaður fram í fingurgóma sem Seðlabankastjóri og mjög ánægilegt að skipta við hann en Birgir Ísleifur sást heldur aldrei, hann var náttúrulega hann fyrst og fremst bara hann var lögfræðingur og ekki með neina sérþekkingu á Seðlabankastarfsemi. Þannig að menn notuðu svona þessar stofnanir út og suður eins og þeim bara sýndist til þess að ná og Íbúðalánasjóðs til að ná fram einhverjum hagsmunum þá í fjármálageiranum og þess áttar og það var bara dapurlegt að fylgjast með þessu hvernig stjórnsýslan sko er notuð í þessum tilgangi þá og ennþá að manni virðist. Sko. Ég held að Halldór Ásgeirsson hafi kynnt Guðmund Bjarnason sem forstjóri Íbúðalánasjóðs sem ráðherra og útlið. Já, einmitt. Já. Heldur að eitthvað beri ábyrgð á þessu máli? Nú er þetta kynnt náttúrulega öll meginadrið þessa mál svo kynnt í rannsóknarskýrslu Alþingis 2013 Íbúðalánasjóð. Guðmundur Bjarnason hélt blaðamannafund og sagði þetta verið rangt. Hallur Magnússon er búin að vera að andmæla þessu allstaðar sem hann kemur því að og setja sér bara rangt á einhvern hátt. Þetta er einhverjum öðrum að kenna. Heldur að því að þetta er svona byrt raunverulega í rannsóknarskýrslu en það er ekkert gert við það og þeir sem eru raunverulega dregnir upp í skýrslunni sem þeir sem að ættu að bera ábyrgð. Það er bara andmæla því. Alþingi hefði náttúrulega bara eins og gert var með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingi sem hrunið átt að taka þann bolta og fara af stað með að skoða hvort að ætti að draga einhverja af þessum mönnum fyrir landsdóm og Geir Haarde þá í annað sinn en Alþingi kaus að gera ekkert með þetta
En viðbröðin voru alveg þau sömu og þegar skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kom út, það bar engin ábyrgð á neinu og menn komast upp með þetta að því þeir eru aldrei látnir sæta ábyrgð og það bara miður. Og Alþingi kemur engar illa út úr þessu, með þess að þetta mál fyrir gennum vorið 2004 fyrir gennum Alþingi eiginlega án umræðu. Án nokkurrar skoðunar. Já, og ég meina eins og ég sagði áðan að þá fórum við fyrir þingnefnd með þetta mál og kynntum það rækilega hvað myndi gerast. Þannig að Alþingi vissi alveg nákvæmlega hvað var framundan og hvað þetta myndi kosta og hvað þetta myndi þýða. En kaus að gera ekkert í málinu. Og þannig að Alþingi er að sjálfsögðu eins og í áratugi bara vanhæf stofnun til þess að taka á pólitískum deilumálum og láta ykkur axla pólitíska ábyrgð. Því miður það þannig. Við sjáum til hvað verður úr þessu máli í umræðunni næstu daga og vikur. Þetta verður örugglega stórt mál fram að áramótum og fram yfir þann tíma. Já, við þurfum að rifja þetta upp vegna þess að þetta eru gríðarlegi fjármunir sem að spilltir stjórnmálamenn sem bera sök á málinu að velta reikning með yfir á almenna skattgreiðendur og svo koma þess fram í sjónvarpi sjálfur síðar og segja sjáu þið hvað ég ábyrgur í hinu og þessu. En þeir bera sök, stjórnmálaflokkarnir sem þeir standa fram fyrir. Bjarni Benediktsson sjálfur greiddi atkvæði með þessum. Já, ég meina hann ber sjálfur persónlega ábyrgð á þessu í gegnum þann gjörning. Það ekkert vafamál. Við sjáum til. Herðu, látum þetta gott heita Íbúðalánasjóð, en við erum ekki hægt hérna við rauðaborðið þótt að klukkan svo margt. Við ætlum núna að tala annað af stóru málum svona þessara vikna sem umræða flóttamenn á Íslandi eftir augnablik. Já, nú ætlum við að ræða umræðuna flóttamanna vandan eins og kannski ég vanalega kalla það, en þetta nú kannski flóttamanna mál, kannski þetta mannauðsvandi. Samstöð var nú að skrifa það í dag, hvað væri mikil verðmæti í því fólki sem hingað verið að flytja. En það hefur verið mikla sviptingar í haust í þessu málum og byrjaði svolítið með nýjum tóni sem að Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra gaf í þinginu í haust þegar hann kynnti að hann var á leiðinni enn einu sinni með breytingar á útlendingalögum og nú vegna þess að grunnstoðir samfélagsins var að kikna undan auknu álagi vegna aukins flóttamannastraums. Til að ræða svona hvernig þetta hefur farið í þjóðina og í umræðuna eru hingað komnir tveir herramenn, Atli Þór Fandal, framkvæmdastjóri Transparency og Birgir Þórarinsson, Biggi Veira, tónlistarmaður og góður gestir Rauðaborðsins frá upphafi, eða æskufélagi Rauðaborðsins. Já, við vorum með föstudagana þegar við vorum að reyna að gera skemmtiþætti. Þeir voru mjög skemmtilegir en þeir voru kannski bara fyrir það sentrik fólk að það kannski margir. Já, skemmtiþætti fyrir sérutríka. En Atli Þór, hvernig finnst þér þessi umræða? Breyting á henni eða hefur hún alltaf verið? Hún eitthvað komið upp á umræðinu, upp á yfirborðið sem að var? Hvað að gera? Meiri harka? Þetta svona einhver leiti finnst með framhald af því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega og Framsóknarflokkurinn oft svolítið með því, talar hælisleitendur. Ég meina þetta raun og veru, ef við förum yfir það sem hefur verið rætt þá verður að auðvelda fólki að fá atvinnuleyfi, við getum ekki hjálpað öllum, það eru milljónir sem vilja flytja hingað og þetta allt sömu talpunktarnir. En það sem kannski svona sorglegra að horfa upp á núna er að það farið í þennan pakka að mikilli hörku að hrun stofnana samfélagsins sé fólki leita vernd að kenna. Við ráðum einhvern veginn allt í einu ekki við það. Það hefur ekkert með að gera að það er búið að svelta þessar stofnanir. Það hefur ekkert með að gera hvaða efnastefna er rekin hérna. Það hefur væntanlega þá ekkert með að gera hver mannafsvandinn á Landspítalanum eða brotin húsnæðisstefna. Jón var bara að ítaka þetta í þinginu núna áðan, ég var aðeins að hlusta á hann í dag og hann var að segja að sveitarfélögin bara gæti ekki meir, það væri alltaf brotna og við yrðum að grípa til aðgerða og herða lögin í hvelli. Já, og þar fer kannski ekki alveg saman, hvað er hann að tala þegar hann er að tala að herða þessi lög? Nú er búið að leggja þetta frumvarp fram 5 sinnum, af því þetta er svona árlegur viðburður hjá Sjálfstæðisflokknum, þetta er svona svipað eins og áfengi í búðir, þetta er til að tala við eigin flokk
og svo eru við einhvern veginn dregin inn í þessa umræðu af því að þó að þetta nú bara vera eitthvað innra samtal þeirra og það ekki verið að reyna að takmarka vernd fyrir fólk frá Venezuela eða Úkraínu, það stendur ekki til. Í raun og veru það eina sem er verið að gera að sko auka heimildi til að henda fólki á götuna. 30 dögum eftir synjun. Já, þannig að sko það alveg sama hvernig fólk reynir að ramma þetta bara samtal mannúð eða ekki. Og þú kaupir það ekki að þessi lagabreiting muni bjarga því að það eru 39 börn í Hafnarfirði sem eru án skólagöngu þess að þau komast ekki í skólana, að þessi lög breyta því ekki? Nei, ég held nú reyndar að ef okkur væri alvara í því að takast á við það, þá myndi nú ríki kannski til að vera tilbúið að taka samtal tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem nú reyndar ansi gamalt mál. Nei, þetta kemur því máli bara ekkert við. Það ekki arða af sannleik í því að hér séu sko hælisendur og flóttafólk að brjóta niður stofnanir samfélagsins. Þetta á sér miklu lengri sögu og snýst fyrst og fremst það að það hefur ekki verið vilji undanfarna áratugi til þess að byggja upp þessar stofnanir, til þess að fjármagna þær raunverulega. Sko, við getum farið og skoða hvaða mál sem við tökum húsnæðismálin til dæmis. Það mikið talað að hrunið hafi haft mikil áhrif þar sem auðvitað rétt, en hins vegar nú kannski stærri þáttur að kynslóðurnar, árgangarnir 83, 84, 85, 87, þetta voru stærstu árgangar sögunar á þessum tíma. Við gátum vitað strax á þessum tíma að það yrði húsnæðisekla í Reykjavík bæði vegna þess að það var mikið verið að flytja í bæinn og að okkur var að fjölga og svo auðvitað vantaði okkur starfsfólk sem fjölgun á Íslandi eru innflytjendur. Þannig að það svona soldið ódýrt og í raun og veru bara mjög andstyggilegt að láta eins og einhverju örfáir aðilar sem eiga vist að vera að ferðast á fölsum skilríkjum sem reyndar réttur. Að brjóta innviðina og grunnkerfi samfélagsins. Og það reyndar réttur flóttafólk sko, af því að það ekki þannig að þú farir til Talibana í Afganistan og biður vegabréf sko. Og Ísland hefur margsinnis, bara svo að þessi sagt, þá hefur Ísland verið gagnrýnt sko margoft fyrir það einmitt að fangelsa fólk fyrir þetta. Það brot á alþjóðasamningum sem við hefum gengist undir. Þannig að þetta mjög andstyggileg umræða, hún til heimabrúks í Sjálfstæðisflokknum og hún hefur miklu meira með að gera það landsfundur Sjálfstæðisflokksins framöndan. Hvernig slæðir þetta þig, Birgir? Já, bara dálítið svona sama. Mér finnst þetta dálítið svona mér finnst þetta talstundum vera með þess að búa til einhvers konar svona viðbröð eins og það kannski dálítið ljóst að þú veist búið að vera svona fjara aðeins undan sko miðflokknum skilur, þannig að það eitthvað rými, þannig að það eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi, nú fór hérna einnig yfir, eins og sé eitthvað einn svona aðeins að tala inn í þetta, valið á Jóni náttúrulega í þetta embætti svona hluta til þess að svona, þú veist, gefa svona smá svona flöt á því, við erum nú daldið fyrir þig skilur, þannig að þetta og það að hann sé að þá að taka upp þetta tal núna í þessu samhengi kannski bara svona speilmynda því að það sé verið að tala um það. Væri þá ef að miðflokkurinn væri í vexti, þá væri það eðlileg viðbrögð Sjálfstæðisflokksins að reyna að verja lekan, en það ekkert að leka yfir í miðflokkinn, hann liggur hann bara. Nei, en þetta samt sem að sjónarmið sem fólk hefur svona rasista smitar þjóðernis tilfinningar skilur sem að náttúrulega miðflokkurinn var dálítið svona að tappa inn á. Og þetta fólk ekkert farið, það dó ekki fólki sem kjósa miðflokkinn, það bara einhvers staðar að kjósa eitthvað annað og þannig að það alveg hægt að tala til þessara tilfinninga sem að mér finnst bara eins og allir tala þetta er aldrei svona að vera að prófa það, skilur, en alveg rétt eins og með þetta sko náttúrulega bara sorglegt að þessi hagræðingar krafa innviðana leiði alltaf til þeirra niðurstöðu að það er verið að gera hluti af vanefnum og það í raun og veru ekki hægt að bæta við neinu álagi aldrei, skilur, þetta bara eins og með fyrirtækjum, þau bara, það er allt bara tekið innan úr þeim, það er ekkert eigi fyrir þess að standa af sér einhverja erfiðleika, það bara ef það koma erfiðleika þá fær bara allt í vaskinn, af því að það er búið að strímlæna allt svo mikið. Sem átti að vera lærdómur sko eftir COVID, að við ættum ekki að reka stofnunni samfélagsins þannig, á bara eins og flugfélög, að hámarksnýtingu,
það var einn að lærdómunum sko heilbrigðiskerfið að þú átt að hafa borð fyrir báru, annars kollsteipur í kerfinu þegar kemur eitthvað álag. Já, en við erum ekki að læra því. svona alltaf bara svona, en kannski dálítið stutt sem COVID var og það snýst náttúrulega alltaf svona mönnun og þú bara einhvern veginn skullar ekki bara í blöðin og vantar hérna ógeðslega mikið af fólki í heilbrigðiskerfið og það bara kemur, veist, þetta dálítið svona seigfljótandi vandi sem að ekki að leysa neitt hratt og eins og þú varst alltaf að kalla eftir og það engin svona svör kannski almennilega hvað á svona að gera til skamms tíma. Það náttúrulega alltaf hluti af þessari umræðu líka, hvernig þetta bregðast því og akkurat tregðan til þess að einhvern veginn fara af þessu í einhverju alvöru með sveitafélagum að finna pláss fyrir þetta fólk. Er það þannig geta allavega komið sér fyrir og hérna einhvern veginn byrja bara að láta sér líða sæmilega og finna einhvern nýjan takt í þessu samfélagi okkar. Er það þannig að það sé allir saman á því að grunnkerfi í samfélagsins eru á þolmörkum? Já, meni þau eru það, bara vantar mjög mikið. Og síðan koma stjórnvöld fram og segja að það eru vegabréfalausir sýrlenskir flóttamenn sem fara á Venesúela. Þeir segja það ekki. Þeir segja það ekki beint út. En þeir skilja það eftir fyrir fólk sem kannski alltaf með víða sín eða mikla meðvitund að einhvern veginn setja sér púsl dálítið sjálft saman. Hundaflutt. Já, skilur. En er það þá þannig að það er erfitt að tala veikastöðu grunnkerfana án þess að sogast inn í þessa umræðu? Eða er það ekki hægt að aðgreina það? Nú sé ég ekkert svo öfluga umræðu veikastöðu grunninnviðana. Jú, er ekki alltaf eitthvað verið að þrasum, það er alltaf búið að vera að þrasum heilbrigðiskerfið og mikill vandi í menntakerfinu, kennararnir, þetta er erfitt. Já, það bara fagstéttirnar halda gangandi, Minnst þess að fjölmennandi sem bara missa áhuga á þessu. Ég held reyndar þessi umræða, ég er alveg sannfærður það að þetta er líka smit frá Bretlandi. Ég vann aðeins í breskum stjórnmálum fyrir ansi mörgum árum og það er margt ágætt þar en margt mjög klikka líka en kannski það sem hefur alltaf setið í mér eftir innan tíma er hvað bresk stjórnmál hafa mikil áhrif á Íslandi, hvað við erum opin fyrir þessu smiti. Sérstaklega Sjálfstæðisflokkin. Sérstaklega hann er meira en systurflokkur Íhaldsflokksins. Já, sem hefur líka svona svolítið rofið tengsli við norrænu flokkana. En þar ertu með fjölmiðla sem að hafa í raun og veru keyrt upp hugmyndir það að ef að þú veitir hælisleitendum einhvers konar rými og það reyndar öllu grauta saman, það eru innflytjendur, hælisleitendur og flóttafólk og fólk pólskir iðnaðarmenn og allt saman, þetta er allt saman að rústa samfélaginu og þú veist, og orðræðan þar er mjög harkaleg, fólk kallað kakkalakkar, það talaði eins og engisbrettufaraldur og það eru svona myndasögur af biðröðum til himnaríkis út af illegal sem svo eru kallaðir og það er bara þannig að þú kemst ekki inn í himnaríki að því að svo mikið af ólöglegum umsækjendum að reyna að komast þangað, og það er þessi umræða hefur mikil áhrif vegna þess að íslenski fjölmiðlar og stjórnmálamenn sækja mjög mikið til Bretlands í orðræðu og annað slíkt en það er erfitt að forðast þessa umræðu og þeir eru auðvitað að vita það vegna þess að það þarf einhver að taka upp hanskan fyrir fólki sem að notabenni eiginlega aldrei tala við tölum þennan hóp og við ræðum þetta á svona þeim forsendum að það sé ofsalega ljótt að draga einhverja línu í sandinn, þú veist, milli góðs og vond, en það má aldrei segja það upphátt að það er mjög ómanneskjulegt að tala fólk sem gott eða vond, eftirsóknarvert eða vond, þú veist, að því að þú ert að koma og flýja og sækja vernd, þá ert þú álagið á kerfinu en ekki bara, þú veist, það að hér fæðast bara hellinga börnum og hér er bara gríðalegu túrismi og okkur hefur fjölgað mikið og það hefur ekki fyllt fé með. En en svo er líka annað að Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega saga þessa flokks er svona saga flokks sem að lifir af með því að benda alltaf á aðra. Hann er algjörlega ófær þessi flokkur á að taka ábyrgð á eigin gjörðum. Þannig má til dæmis sjá núna með íbúðalánssjóðsmálið, ég meina þeir bara Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarmenn, þeir bara halda alla þræði þessa máls. Þeir hunsuðu þetta,
það voru þeir sem kaffærðu þeir smíðuðu þetta, þeir kaffærðu rannsóknarskýrslunum Íbúðalánasjóð, þeir hunsuðu nefndin framtíðarskipanans, þeir kostuðu meiri pening með leiðréttingunni en núna stígur sko þeirra ráðara fram og vill meina að hann sé að taka þessa umræða mikilvæg ábyrgð og hann sé að berga klúður í annara. Já, við bara markasins sko 100 milljarðar síðan á föstudaginn og íslenskir íhaldsmenn, þeir bara fagna þessu sem ábyrgri pólitík á meðan sko breski íhaldsflokkurinn sem að þarna ætti nú að koma ágætt til smitt, þeir náttúrulega kostuðu bæði sínum fjármálaráðherra og forsætisráðherra út á 45 dögum. Þannig að já, það auðvitað erfitt að forðast þessa umræðu en ef einhverju gætu aðstofa okkur við það, þá auðvitað væri það svona hina talandi stjættir sem að láta alltaf soga sig inn í eitthvað svona innanflokks umræðu sjálfstæðarflokks. Það er bara landsfundur framöndan og þau eru bara, og flokkurinn er bara að tala um að einkavæða ríkisútvarpið og minnka flæði innflytjenda og allt þetta. Brjóta niður verkalýðsfélögin og svona. Reka upp á starfsmenn. Og við erum einhvern veginn soguð inn í þetta því að ef maður segir ekkert, þá kemur ekkert á móti. En það er aldrei lagt neitt mat í umræðinni sko, eða í ritstjórn fjölmiðla hvort þetta sé raunverulegt. Það til dæmis vantar alveg í umræðina flóttafólk að það er bara engin ósætti við fjölda þeirra. Ósætti snýst það að löggjöfin og framkvæmdin á Íslandi er ekki í samræmi við siðferði almennings Þess vegna eru alltaf þessar deilur. Þess vegna verður alltaf allt brjála þegar verið að vísa börnum burt. Það hefur ekkert með sko einhverja tæknilega hluti að gera. Það er bara rof á milli siðferðis ríkisstjórnarinnar og þeirra sem eru við völd og almennings og til þess að leysa þær deilur þá þýðir ekkert að fara að tala um hvað normenn séu stoltir að því að vísa fólki á brott, það þarf bara að koma nær hugmyndum almennings hvað er mannúð. Ég held líka sko, ef við nálgast bara aftur þetta með fordómana, ef það er svona við erum svona að ná utanum umræðunum fordóma, það er kannski ágætt, ég er náttúrulega átta mikið á því sko hvort það hefur farið fram einhver almennilega sko kortlagning á fordómum sko rasisma í íslensku samfélagi. Við erum náttúrulega Það hefur gerðið nokkra kannanir og Íslendingar koma svona ágætlega út úr því. Já, ég held þetta er ekki svona viðvarandi vandamál hér. Nei, ég held og að yfirleitt erum við með jákvæðri afstöðu til innflytjenda og flóttafólks heldur en almennt í Evrópu. Já, og ég held að sko eina ástæðan fyrir því er svo að sko ein svona helsti svona drifkraftur í sko rasisma eins og hann hefur vaxið og það er að segja rasisma eins og hann hefur vaxið hjá fullorðnu fólki. Ég er ekki að tala hjá börnum, það er alltaf svona annað, önnur ferli þar að þetta snýst svona það sko einhvers konar samfélag til dæmis hafa bara verið yfirgefin, eins og í Bandaríkjunum eitthvað bílaversmiðu borgir, það eru bara yfirgefnar. Fólk er bara yfirgefið, það skilið eftir einhvers staðar í einhverjum svikið. Já, það bara skilið eftir einhvers staðar í samfélaginu með ekkert. Bara einhvern veginn, þú ert einhvern veginn bara, núna er þetta bara orðin eitthvað byrði, þetta er svona, og þetta fólk verður einhvern veginn skilið eftir dálítið svona, dálítið svona bara svona allslaust og án þess að hafa möguleika á neinni reisn. Og þá og þá er þetta kannski oft þannig að fólk er þá samt sem aður í einhverjum hóp og er að búa til einhvern veginn leið til þess að geta bara lifað í einhvers konar reisn og þá verður þetta kannski eina sem hefur, I'm American, skilur. Það er eitthvað, það er fáninn eitthvað. Þannig að það grípur eitthvað svona inngrúp pælinga til þess að einhvern veginn fá self-worth og hluti af og þá verður svona birtingamynd kemur rasismi þó ástæðan séu svo að það bara
þetta global hagkerfi bara sagt bara, heyri, það borgar sig ekkert að gera þetta hérna lengur, borgar sig bara að gera þetta í Kína og þið eru bara afskrifuð, bara, þetta bara, þið eru afskrifuð, þetta svona afskrifuð. Fólk sem lifir í samfélögum sem hafa verið skilin eftir hefur verið engin framþróun í þeim samfélögum áratugum saman, að þar vaknar svona hugmyndur að heimurinn sé að fara mjög að verið veg og það sé út af alþjóðavæðingu og innflytjendum að þetta er svona ákveðin þetta er riðbeltin, en það er ekki riðbelt á Íslandi. Nei, ég er að segja það, það sem við höfum kannski búið kannski og komið í veg fyrir að rasismi hafi grassarið fyrir að fyrsta er ekki mikið útlendingum hérna og það eiginlega hefur aldrei verið neitt alvarlegt atvinnuleysi. Þannig að það er svona hæpið að segja að benda eitthvað á að eitthvað sem sé útlendingum að kenna. Það er svona svo áhugavert eins og í þessari umræðu núna, það er einhvern veginn verið svona, maður áttar sig ekki á hversu viljandi það er að tala þessi mál og síðan þessa innviði og ekki, eins og þú segir, fara í raunverulega ástæðu vandamál innan heldur bara einhvern veginn henda þessum tveim hlutum upp á sama tíma. En ef það er ekki riðbelti hérna á Íslandi, er þetta þá innflutt umræða? Það eru svona ákveðin riðbelti í Svíþjóð, þar sem að Svíþjóðardemókratar ná góðu skriði. Það er svona miðhluti landsins sem verið mikið til skilin eftir. Þegar maður ferðast þar að þá fær maður alveg sjokk að sjá það hvað er mikil bara svona niðurnísla og deyfð. Það er í riðbelti í Frakklandi sem er það sem að Le Pen sækir mest fylgi sitt. Það er mjög búin að vera efnahagsleg stöðnun í Ítalíu þar sem að fasistar eru í uppgangi. Trump sækir er mjög sterkur í riðbelti Bandaríkjanna. En ef það er ekki riðbelti á Íslandi er þetta þá innflutt umræða í einhverjir stjórnmálamenn sem eru að vona að einhver svona set-up frá útlöndum og þannig að það er riðbelti í norður hérðum Englands. Er þetta stjórnmálamenn sem eru að vonast til þess að þetta nota tricks sem hafa virkað erlendis? Ég held að sé pínlítið þannig Þetta er vitlausasta spurning sem hefur verið spurt. Nei, sko, svarið samt alveg pínu snúið, vegna þess að það er þannig að við bara sem manneskjur erum sko einkennilega samsett. Við erum fyrst og fremst með eitthvað svona DNA sem býr til eitthvað svona grunnstruktúr og svo er restin meira að minna svona félagslega mótað og félagslega mótunarkerfi býr til allar svo taugabreytir sem eru síðan bara endurkerða. Það bara, þú veist, bara vegkerfi í hausnum er bara smíðað af umhverfinu, skilur. Og þú breytir því ekkert svo auðveldlega. Þú fer ekkert núna bara er þetta að breyta því bara eins og vegkerfinu í Íslandi. Það er bara einhver umferð í heilanum sem hefur þroskast til og málið það að það hefur alltaf verið með fólk bara svona in-group, out-group categorizing, þú tekur saman hóp, segir bara, heyr, þú ert bláaðlið, þú ert rauða og allt í einu fer fólk að hugsa, já, bláaðlið er miklu betra, allt í einu fer fólk einhvern veginn bara ásjálfart í eitthvað mjög svona sérkynlega svona hópa átök, þannig að þetta virðist vera eitthvað sem er einfalt að fá okkur til að gera, að samsamla. Og stjórnmálinn sé að spila inn á þetta. Já, og ég held að þetta sé þannig að sjálfsögðu er eitthvað svona tortryggni gagnvart útlendingum. Það er bara eðlilegt, kemur eitthvað fólk sem veist ekkert alveg hvernig viðbröð, hvaðan hann kemur, hvernig viðbröð, hann er ekki Íslendingur, ég veit alveg hvernig þeir hefðu þessu svona, hann kemur hérna annars stað frá, ég veit ekki alveg, þannig að það er eitthvað svona smá tortryggni. Og svo bara, já, svo, íslensk þjóðleg gildi, er það ekki eitthvað svona, þannig að það er eitthvað svona tortryggni og eitthvað svona, eldra fólki sem sér svona samfélagið, einhvern veginn svona samfélagið eins og það hefði ímyndið sér að það ætti að vera svona pínu svona fjara út og þú getur svona talað aldrei svona inn í þetta. Og kannski eru riðbeltin í Sjálfstæðisflokknum. Hann er núna að fara sérst í landsfund í fyrsta skipti síðan 2018. Og Reykjakallinn er náttúrulega ákveðið riðbelti, en hefur ekki sem völd og hann hafið áður. Já, það er að fjara undan ákveðum hugmyndum hérna hjá þeim og þeir eru náttúrulega að fara í landsfund með skýrslu Ríkisendurskoðunar bara detta í hús og þrátt fyrir að gagnrýni á sölu Íslandsbanka sem máluð sem bara eitthvað svona tuði í einhverju fólki, þá er mjög mikið reiði í flokknum yfir þessu, fyrsta lagi fyrir að klúðra þessu mikilvæga hugmyndafræðilega málið er að samfélagi geti aldrei átt neitt og í öðru lagi þá voru þetta mjög mikið af sjálfstæðismönnum sem ekki fengu að taka þátt í þessu lokaða útboði. Þú ert auðvitað líka með íbúðalánasjóðsmáli núna að detti fangið á fólki. Það eru mikil átök framundan í samningum við stéttarfélög og svo er gríðarleg verðbólga
og mikill húsnæðisvandi. Og nýfrjálsleika góðum daginn fyrir fram að dáningstandi 10. Já, og svona, og það hefur verið að gerast undanfarin ára. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að reyna að aðlaga sig þessum nýja heimi. Ég meina, þú ert bara með unga kynslóð sem að sko sér í gegnum þennan óhefta kapitalisma. Og þá er ég að meina sko auðvald hyggjuna, þá hugmynd að sko hverri krónu eigi að fylgja eitt atkvæði. Þú veist, það er það sem ungt fólk sér í gegnum. Það er ofta ekkert... Allir, þú ætti að segja að við verðum alltaf að vera að draga álitsgjafa, þú ert álitsgjafi, innan úr smál sjálfstæðisflokksins. Nú ætla ég að gera það. Það er ekkert svo langt síðan að Áslaug Arna sem foringi ungliðarhefingar sjálfstæðismanna stóð fyrir framan pontuna og púaði niður þar sem að þau litu á sem rasista á landsfundi sjálfstæðisflokksins. Er það þannig að öllum í sjálfstæðisflokknum líði vel með hvernig Jón Gunnarsson er að reka sinni stefnu? Já, ég myndi nú gera ráð fyrir því að... Það heyrir ekkert í þessu fólki. Ég myndi gera ráð fyrir að það sé ekki þannig að öllum líði vel með þetta. Þau segja ekki, það hefndi ekki. En hópurinn er fann að þjappa sig það mikið saman að þau segja ekki neitt. Já, en sko, ef ég má samt segja eitt bara, þú veist, og ég veit að sjálfstæðismenn hafa engan áhuga að hlusta á mig, þá vil ég samt segja eitt, sko. Þetta er bara eldur sem er mjög hættulegt að leika sér að. Og það er ekki þannig að þegar, þú veist, þegar það er kveiknað að brennuvargarnir Bjarni Benediktsson kom sérstaklega upp í umræðunum til þess að lýsa við stuðningi við Jón. Hann er komið fram í fjölmiðlum og svona hálfpartinn dregið tilbaka að Jón sé að fara út úr ríkisstjórn, sem er bara merki þess að hann er mjög ánægður með störf hans. Já. Þeir ætla að gera það. En það er stórhættulegt að leika sér að þessu, sko. Og þetta er ekki hvað sem hún nærða að stjórna. Og ef ég má bara nefna eitt dæmi hérna það hvernig er ekki hægt að stjórna þessu, að sko þá er það þannig að miðflokkurinn spilaði mikið með þetta. Og þau ætluðu alltaf að, þau þurftu alltaf að toppa sig. Og svo endaði þetta einhvern veginn þannig að Sigmundur Davíð er með þráhyggju núna yfir sko transmálum, sem að það eru bara ekki nógu margir kjósendur sem að láta sig, þú veist, og þannig að sko, þú veist, miðflokkurinn eru brunarústir eftir þetta núna. Hann er, þú veist, það þýðir ekkert að vera að spá mikið í þeim flokk. En sjálfstæðarflokkurinn hins vegar er öðruvísi flokkur. Þetta er bara flokkur sem á sér langa sögu þess að vera við völd og það er, þú veist, það er hættulegt fyrir fólk í þessum flokk að leika sér að þessu. Þetta er ekki réttmætt leið, það er ekki þannig að fólk sem að komi á flótta sé að rústa innviðum samfélagsins og áður en þið vitið af þá getið þið ekki farið fram á þess að sko trompa þetta með hverri kosningu og hverju árinu. En er það ekki bara þannig, þetta náttúrulega er þetta að sjá sko að sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega sem sagður og taldi upp öll þessi erfiðu mál, að hann er náttúrulega komin í dálítið svona erfiða varnarstöðu, hann er alltaf svona einhvern veginn að minnka og ég hugsaði í næstu kostingum þá getur hann ekkert einhvern veginn treyst á það að Framsóknarflokkurinn og VG mun einhvern veginn vilja vera með. Þau eru að fara að finna það að þeir eru að verða skildir eftir, þannig að ég held að þeir eru náttúrulega bara dálítið að leita þess að því hvernig ætla þeir að krafsa í bakkan og koma einhvern veginn tilbaka. Þeim leiðist því sem ríkisstjórn. Það er að fara mjög í taugarnar á sjálfstæðisflokknum að þurfa að vera ríkisstjórn. Hvað ríkisstjórn ætlaði að vera það? Það veit ekki. Já, ég meina eitt var sjálfstæðisflokkin og miðflokkin. Það var könnunin sem var gerð í ágúst þess að áður eins umræða hefst, en samt er sko flóttamannastraumurinn búin að vera tölvöld mikil og einhverjum fjöllum búin að vera það. Það var gerð könnun og almenningur spurður ef við fyrst of margir og fáir eða temmilega mikið af flottafólki. Næstu í helmingurinn sagði temmilega og ívið fleiri sögðu og fáir miðað við og margir. Þegar þessu var skipt niður á milli flokka, þá kemur í ljós að kjósendahópur Sjálfstæðisflokksins og kjósendahópur Miðflokksins er alveg eins. Það er alveg jafnt fáir, það eru eiginlega færri inn í Sjálfstæðisflokknum sem að svöruðu í að væru of fáir flottamenn. Þannig að sko kjósendahópurinn, þó svo að kannski blærinn á miðflokknum sé öðruvísi, þá er kjósendahópurinn mjög líkur og kannski það ástæðan fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn breytir tungutak þegar það var líða landsfundi, að þá er hann að fara að tala við þetta fólk. Já, það er líklega það sem er gerast. En og það er þetta fólk sem að velja sér forystu. En sjálfstæðismenn verða líka átt að segja á því að vald þeirra byggist á því að atkvæðin þeirra séu talin tvisvar. Það sé alltaf einhver flokkur tilbúin að hlaupa með þeim og þau þurfa aðeins að hugsa að þetta er umræða sem er mjög erfið fyrir aðra flokka
og ítir mjög undir það að fólk vilja ekki vinna með þeim. Í raun og veru miklu meira heldur en svona hægfara dauði stofnanna því að einhvern veginn tekst þeim alltaf að, þú veist, það bara ekki það kannski verið að setja sig inn í það. En þú veist, það ágætt bara að þetta fólk átti sig á því að þessi flokkur í minnihluta. Hann hefur verið í ríkisstjórnum vegna þess að þau hafa geta fengið alltaf eitthvað flokk til þess að þvert á sína hagsmuni til að standa með þeim og vinna með þeim í ríkisstjórn eins og þau séu náttúrulega borin til valda. Og það getur vel verið að það virki í næstu kosningum, en þetta samt, þetta ekki eldur sem þú átt að leika þér að, vegna þess að þetta endar alltaf illa. Herru, má ég aðeins snúsa á haus. Það eru mikla samfélagsbreytingar í Íslandi, meðal annars út af fjölgun innflytjenda. Það er bara til þess stutt síðan, ég held að það er bara 4-5 ár, síðan að innflytjendur voru innan við 12%. Nú eru þeir í 1. september, eða í lok september, voru þeir 16,3%. Það er gríðarleg fjölgun á ótrúlega skömmum tíma. Það sem af árinu, á fyrstu 9 mánuðum ársins, þá fjölgaði landsmönnum rúmlega 9.000 manns. Þar voru 5.500 sem eru fæddir umfram dána, en það voru 490 íslenski ríkisborgarar sem að fluttu til útlanda umfram það sem fluttu heim. Þannig að fjölgunin eftir þetta eru bara 60 manns. Hitt eru 9.000 manns sem eru innflytjendur sem eru að koma til Íslands. Og þessu fylgir náttúrulega gríðarlega breytingar. Við sjáum að í verkefnisfélögum eins og í Eflingu, verkefnisfélagi Akranesi, meir en helmingurinn af félögunum eru innflytjendur. Gríðarlegt álag á leigumarkað, gríðarlegt álag í samfélaginu, við heyrum mikil umræðu íslenskuna sem að kemur fram. Getur verið að af ótta við rasísku skotgrafirnar að þá ræðu bara of lítið innflytjendamál og áhrif þess á samfélagið? Ég held að þetta sé, vandamáli við þessa umræðu það að það er óleyfilegt að vera með rasíska skoðanir. Það er bara fyrsta, þetta er svona eitthvað bara svona no-no. Bara, þú veist, ef þú ert með eitthvað rasíska skoðanir og þess vegna, og þá er þetta bara off. Þá er þetta bara kanseleraður, skilur. En ef ég myndi segja að innflutningur fyrirtækjaeigenda á vinnuafli til Íslands hefur haldið niður í launakjörum láglaunafólks. Er það rasísk skoðun? Þegar ég segi rasísk skoðun þá á ég við kannski, þetta náttúrulega hugtakið rasísk, en bara eitthvað svona umræðu að hún bendir á einhverja neikvæða hlið að þessum samfélagsbreytingum. Fattur, eins og þú ert að segja. Þarna varst að segja og þú bendir á einhverja neikvæða hlið að þessum samfélagsbreytingum og þá er hægt að segja það að þú sett bara, þá er hægt að henda því inn í eitthvað svona rasismatal og þetta er alltaf eitthvað þunn lína, hvenær ertu að þú ert farin að lýsa einhverju óanægju. Ég er að spyrja hvort þú við óttu svona umræðu. Þú nefndi gamla fólki áðan, það sé hrætt við, það kannski á hjúkrunarheimili það sem eru 70% eru innflytjendur og það er fólk sem ólst upp í Íslandi þegar það var í lengin útlendingur í það. Þannig það er svona mikið svona félagslegt álag á eldra fólkinu. Já, ég meina, áðurinn fyrir bara eitthvað að kommenta það, myndi ég segja að það er að sjálfsögðu mjög hættulegt að fara inn í erfið umræðu. Sérstaklega, eins og til dæmis myndi ég halda fyrir svona fólk sem er svona eitthvað svona liberal fólk vegna þess að það er svo hrikalega banna að vera með að velta upp einhverjum hliðum sem á ekki hliða að það fer allt fólk er svo emotional, það fer bara allt á hliðina og þú ert bara cancelaður og er bara off og þá er ekki hægt að hafa í vinnu og þetta verður á svona rosa erfitt að það sé ekki hægt einmitt að segja að einhvern veginn opna umræðuna og tala um einhverja hluti í einhverju samhengi þannig að ég er að segja, mér langar bara að tala um þetta þetta er svona, ég er ekki með neina sérstakar skoðun það þarf bara að tala um þetta, ég vil geta bara að tala um þetta bara þess að því við þurfum að geta tala um þetta er mikil breyting en það er ekki hægt að gera það út af því að ef þú byrjar leðu þú segir, já þetta er búin að lækka launin og svona, þá bara strax, já hann er á móti, þá eru dregnar ályktanir um hvernig sín þú lítur á þetta fólk með það sem þú sagðir, í staðan fyrir að reyna bara einhvern veginn að reyna að skilja vandamálum sem við erum að reyna einhvern veginn að ná utan. Samtök leigjenda reyndu á kurteislegan hátt þegar það var Úkraínu innrás sem byrjaði
að benda á þetta, að segja að þegar við tækjum á móti flóttafólki frá Úkraínu, þá verðum við að hafa í huga að sko leigumarkaðurinn og húsnæðismarkaðurinn á Íslandi er sprungin. Þannig það er ekki hægt að gera þetta nema að vera með aðgerðir í húsnæðismálum á móti. Og þetta var bara skrifað á glerbrotum og síðan var þetta sett út og þetta er náttúrulega staðan sem hefur komið í ljós að þetta hefur gert ástandið bara enn verra. En þetta næri ekki umræðu. Og það sem ég er að velta fyrir mér, getum við ekki rætt hérna, þessar samfélagsbreytingar sem eru vegna þess að við borðið situr Sigmundur Davíð og Jón Gunnarsson með bensínbrúsana og við bara, við þorum ekki að ræða þetta vegna þess að þið getur farið að sulla bensíni. Já, kannski svari við öllu svona er að gera bara svolítið kröfu á sko gögn og að þetta sé byggt á einhverjum raunverulegum upplýsingum. Ég meina, þú orðaðir þetta til dæmis með þeim hætti að það sem þú gerðir sko atvinnurekendur ábyrga það er þeir sem flytja inn og gerðir ekki fólki sem er að bara sækja þetta vinnu ábyrgt það myndi ég segja skiptir svolítið máli en og svo kemur aftur sko við getum alveg rætt málefni innflytjenda, við getum alveg rætt þessar samfélagsbreytingar og við erum eiginlega alltaf að ræða þær. En við erum svolítið föst alltaf í sko sömu spurningunum. Ég hef stundur sagt það sem dæmi þegar ég byrjaði hjá Transparency, það var svona 6 mánaða tímabil sem að ég fór aldrei í viðtal að þess að vera spurður, er spilling á Íslandi? Og þetta er ekkert rosalega gagnleg spurning vegna þess að svarið er ekkert já eða nei. Þú átt að vera að spyrja þig sko hvort að það sé eitthvað í kerfinu sem búið til spillingar áhættu eða annað slíkt og sama hugsa ég að sé til dæmis upplifun fólks af erlendum uppruna sem að þú þarf alltaf að horfa upp að þessu spurninga og er rasismi á Íslandi og við þurfum auðvitað kannski alltaf að ræða það en við þurfum að komast eitthvað aðeins lengra í þessu og þegar kemur að umræðu það til dæmis hver er ágóðinn fyrir þetta samfélag af innflytjendum, hvað leggur fólk til þá eru örugglega fá lönd bara hreinlega í heiminum sem hafa grætt jafn mikið, fá samfélag sem hefur jafn mikið verið lagt til, við erum með sko gríðarlega hátt hlutfall af fólki sem er að vinna þetta hefur ýtt undir fjölgun sem við þurfum svo sannarlega á að halda, þetta hefur þó ekki verið nóg til þess. Þetta hefur stoppað öldru þjóðarinnar, þannig að vandamálið sem við sáum fram á sko 1980-1990 að hérna myndi vera svo fáir vinnandi menn að móti sko börnum og gamlum, það er horfið. Og þrátt fyrir þessa miklu breytinga þá er þetta ekki nóg til þess að sko svala þörfinni, í raun og veru þurfum við fleiri. Og stuð skot bara hérna, eins og bara líka, innflytjendur eru líka bara þeir sem hafa byggt upp nútíma íslenska menningu, kent okkur á hljóðfæri og kent okkur að elda eitthvað mat annan sín hákalla og svona, þannig að það eru innflytjendur sem eru stór, mjög gerandi fólk í því að skapa íslenska nútíma menningu. Þeir eru bara, ef að innflytjendur tækja upp að gera það sama og konur gerði 1975 og labba út, að þá myndi Íslands samfélag stoppa. Þá held ég að það væri eiginlega hvetja til þess að gera það. Því að þá myndi fólk átta sig á því sko hvað að Íslands samfélag bara virkar ekki án sko innflytjenda og það var 10.000 af innflytjendum. En ég ætlaði líka bara að fá að segja sko til dæmis hérna á samstöðinni þá hafa verið þættir þar sem fólk fara að tala um sinn raunveruleika og og ég er alls ekki með þess að segja að að við eigum öll að taka þetta samtal en það kannski er ekki neitt sko rosaleg innsýn menn er ég að tala við umræðu hvítra innflytjendum. Já, og ég er alls ekki að... Við erum líka bara að ræðum hvað þarf að ræðum. En sko, það sem að skiptir máli samt að átt að segja á til dæmis að allir svona gagna innviðir á Íslandi, þeir eru mjög lélegir, við vitum ekki draumverulega, sko, við höfum ekki almennilegar hagtölur eða annars slíkt þess að geta farið yfir þetta. Það er ekki þannig að það sé hægt að tengja við fjölgun innflytjenda sko hærri glæpatíðni eða annars slíkt og það skiptir máli, það er ekki það verið að búa til svo mikla grílu. Það er ekki eins og nægt í Svíþjóð, hún var hérna í viðtali við Rauðaborðið, hún Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Það sem vandamálin er í Svíþjóð eru alveg þekkt vandamál, það sem gerist er að hlutfall ungherra eða svona kalla á aldrinum svona 16 til 30 ára er hátt. Þá verður vandamál og það er vandamál í þessum hverfum í Svíþjóð. Það er ekki þessi hátt hlutfall innflytjenda. Þannig að menn eru bara að horfa á vitlausa breytu
En menn eru líka bara að búa til grílu, þú veist, þú þarft ekkit annað en að bara hugsa aðeins kannski nokkra vikur aftur í tíman. Við erum alltaf að tala innflytjendamál og breytingarnar. Við erum alltaf að tala að íslenskunni sé ógnað, þú veist, en það má aldrei tala það að kannski sé íslenskunni ógnað vegna eignar, eða svona sjálfskipas eignarhalds ákveðins hóp sem að telur sig bara eiga þetta tungumála því að þau fengu kennslu 82 í Gaggó. Veist, og það sé hinn eina rétt að íslenska og sérstaklega það sem að tala með pólskum ég held að þar komur við alltaf svona inn á það er bara grílur sem eru búna til, það er ekkert mál að ræða þessi mál þú getur en það sem að kannski vantar er að það þarf að aðgreina sko hvað er staðrindabundið og bara svona einhver, þú veist, ég ætla ekki að segja tilfinningar af því að sko mannúð og svona, það eru tilfinningar en það sem við sáum til dæmis á RÚV síðustu helgi var bara sko þetta var bara hræðslu áróður vegna þess að það er verið að reyna að beina, það er verið að sko búa til sögur. Ein er svo að það sé ekki hægt að ræða samfélagsvandamála án þess að vera sakaður að vera rasisti. Hin er svo að allir sem segi eitthvað sem séu ósammála okkur hinnum séu flokkuð í sko vondafólkið en sko það er aldrei talað vondafólkið. Það er flokkunin góða fólki kemur frá þessum populistum sko og en þú veist, þetta ekki það að segja rétt. Þú sko getur sloppið bara mjög vel í gegnum umræðinni ef þú ert konsistent, svolítið tillitsamur við sko nýjum hugmyndum og rökum sem koma á móti og ert ekki alltaf að ala á ótta. Þú veist, það er ekkert mál að ræða innflytjendamál. Við erum búin að ræða innflytjendamál sko í áratug eða eitthvað en eflaust er fólk eitthvað hrætt við það. Já, ég held að Byggir sig það, hann segir að fólk sé hrætt við það. Já, sko ég held að ef við ætlum að reyna að skilja rasisma á Íslandi, þá var náttúrulega fyrir að fyrsta, bara veit ég alveg hvernig ég aldist upp, það var engin litaður í minni skólagöngu, alveg þannig til ég bara alla mínu skólagöngu, hitt aldrei neitt. Gestu vinnu minn átti kæristu á einhverjum tímabili sem var ættleidd frá Indlandi. Það voru svona einu útlendingur sem ég átti í einhverjum samskiptum við, skilur. Þannig að náttúrulega, þú veist, þannig að mitt, þú veist, vegakerfi heilans er ekkert vant að umgangast lita fólk, skilur. Þannig að þá kveikna náttúrulega bara einhverju svona in-group, out-group, einhverju nemar í innsta litningakjarnanum, skilur, en það er akkurat þannig og maður er svona pínu varbeggi, veit ekki alveg svona, skilur, en kannski ekki hræddur, en bara svona smá varbeggi. En eitt sem ég fann svo rosalega sterkt og því ég ætla nefnilega að koma inn á þetta, aðeins með þjóðernishyggjuna, er það að ég fann svo rosalega sterkt þegar ég kom inn aðeins byrjar að djamma og svona farin aðeins að hitta fólk og þá hitti maður Úlf Sjakra og fleira svona fólk. Leið og fólki var talað íslensku, bara hnökralaust, að þá leið mér strax bara, þetta er in-group, þetta er bara, við erum bara saman, skilur. Þá hvarf þessi aðgreining, þannig að þegar að vera að tala íslenskuna, þá var sjálfsögðu það mjög svona öflugt vopn í því að losum þennan rasisma og þar held ég að sé náttúrulega dálítið erfitt að krefjast eldra fólki sem er að koma hingað að ná einhverjum djúpum árangri í íslensku. Þetta er töluvert flókið mál en það þarf að sjálfsögðu að grípa öll ungviðin sem fylgja. En má ekki vera bara 5.000 manna, 5% manna pólssamfélag sem talar litla íslensku? Jú, ég ætla ekki að mynda minna skoðun, þá kannski máli, ég bara segja að þá kemur þessi hætta. En það sem mér langaði kannski aðeins að koma inn á bara varandi íslenska rasisma, ég held að það sé, þú finnur þjóðernishyggju á Íslandi, getur við ekki verið nokkuð sammála um það? Megin straumur íslenska stjórnmála. Það halda allir með Íslandi og verða allir bara rosalega taugaveiklaðir og svo mikið hrun þegar Íslandi gengur eitthvað illa. Bara til að skjóta það inn, hann talaði hann Eiríkur Bergmann í mjög góðri bók sem hann gerði og held ég á Rauðaborðinu. Ísland er eina Evrópuríki sem það sem að þjóðernishyggju hefur aldrei verið kastað út úr meginstraumspólitíkinni. Sjálfstæðisflokkurinn er eiginlega systurflokkur Svíþjóðardemókrata og Bræðralags Ítalíu. Þess vegna smítar hún alla þessa og það er heimavöllur íslenska stjórnmála er valöll. Þannig að við spilum stjórnmálin á heimavelli þjóðernishyggjunar.
En þá, ok, núna er eitthvað sem er kannski bannað, kannski verið kansalir, en mér langar bara að spyrja, er þetta nálgast, að því að ég las hérna í ágætri bók sem heitir Reclaiming the State, hérna, hann var að tala sko, að hverju vinstrumönnum gengur svona illa, hann var að tala það að hérna, og hann setur það er svona ákveðin svona populism í gangi, tengist þessu að fólk, það bara vera yfirgefa fólk og það grípur inn í innan rasismi eins og ég lýsti hann áðan. Og hann segir einhvern veginn að sko vinstrafólkin hefur sko mistekist og þarf að geta talað einhvern veginn inn í þessa þjóðernishyggju með einhverjum uppbyggilegum hætti. Og mér finnst þetta bara svona áhugavert. Ok, er þetta að gera eitthvað uppbyggilegt við þjóðernishyggju? Er það eitthvað element sem að við eigum að vera eitthvað að vinna með? Þurfum við þess? Eru við skepnan sem að getur einhvern veginn bara verið bara einhvern veginn global dýr? Eða þurfum við tilheyra einhverju þjóð? Já, ég meina við erum náttúrulega alltaf, við erum náttúrulega á heimilinu og svo er á vinnustanum og svo er borgin og svo er landið og svo er Evrópa og svo er heimurinn og svo er, skilur þannig að þetta er náttúrulega í leigurum, en þetta er náttúrulega spurningin, er þetta, ég bara segja, mér finnst alltaf að ræða kannski, er þetta nálgast þjóðernishyggjuna með einhvern veginn aðeins uppbyggilegri hætti þar sem hún beinist kannski að einhverju öðru heldur en að íti burtu, heldur reyna bara að rækta garðan okkar betur og við erum kannski bara, hei, við gerum þetta nú betur eða ekki. Við erum nú alvöru fólk eða ekki. Einhvern veginn þannig að vanda sér betur og ég bara velta fyrir mér, má það, þarf einhvern veginn að gera það, þess að einhvern veginn beina þessar þjóðernishyggju sem ég held að setja alltaf þetta sem er að, má gera það og til þess að enda það, hérna, ef við ætlum að gera það, að þá þarf alveg að þess að rýmka ramman hvenær einhver er orðinn Íslendingur í hugum fólks. Að það er, hvenær ertu orðinn Íslendingur? Hvenær ertu bara hluti af þjóðinni? Þú borgar skatt. Má ég segja aðeins með þetta módelum svona þjóðernishyggju að það er til dæmis mjög áberandi í Bretlandi, þá ertu með sko skoskan nationalisma og svo ertu með enskan nationalisma og enski nationalismin er drifin áfram af hræðslu, hann er drifin áfram af sko fyrirlitningu, stéttafyrirlitningu og einhverju svona nostalgíu til fallins heimsveldis og hugmynd það að sko svona aukin sterkari staða annara landa og annara svæða og svona ríkari sjálfsmynd annara sé ógn við enskan exceptionalisma. Takja af okkur. Já, svo þetta hins vegar meðan skoska sem er mjög sko alþjóða sinnaður, lítur út af við og fjallar mjög mikið stöðu Skotlands í heiminum, er mjög opinn fyrir innflytjendum. Ég bjó þarna í svolítinn tíma og ég hef bara, þetta er bara svart-hvítt, ég búið í Englandi og það var bara alveg hræðilegt, þetta er bara alveg ömurlegt samfélag og svo bjóði ég í Skotlandi og það var alveg frábært og sem betur fyrir var ég nú plattaður í það, ég ætlaði aldrei aftur að flytja til Bretlands og en snýst sko að vera opinn fyrir heiminum, viðurkenna stöðu landsins sem sko langvarandi sögu þess að vera svona trade, eða svona viðskiptaland sem hefur verið opið og á ríka sögu, sterkt Pakistans samfélag, þannig að svarið er alveg, jú, það er alveg hægt að nýta sko einhverjar hugmyndir þjóðríkið sko á góðan máta, en þá þurfum við að spyrja okkur, hvaða skref eru tekin á Íslandi til þess að ræða það? Það er, ég meina, þá þurfum við að ræða, til dæmis, hver eiga gildin okkar að vera? Hver er svo mannúð sem er ásættanleg og hver er sagan okkar þegar kemur að því að þiggja annars vegar aðstoð og veit hana? Og svo þarf auðvitað þá að horfast í augu við það að það Má skjóta bara stuð, að þetta snýst nákvæmlega vegna þess að þjóðernishyggjan hún getur ekki byggt á fortíð, vegna þess að allir sem eru núna eru ekki, voru ekki á víkingaöldinni. Við erum bara nýtt fólk á nýjum tímum, þannig að þjóðernishyggjan verður að byggja á einhverju sem er núna, sem þjóðin er núna. Það er ekki, ef ég má reyna að tala eins og Vigdís Finnbogadóttir til dæmis, þá er það sko landið, það er náttúrulega við getum deilt í, tungan, innflytjendur hefur ekki alveg aðgang að því, sagan, það er ekki saga mín. Er þetta saga mín? Ég segi, fæðist bara í Breiðholtinu og þar byrja mín saga. Þannig að við erum frekar með svona, ef að ég tek dæmi af því sem allir var að segja, við erum frekar með svona enskan tón í þessu. Þetta er verið að verjast
Sko, þú veist, það sem að... Títrandi smáblóm Já. sem að er alveg má ekki við neinu, þá getur það bara dáið. Það sem væri mjög hollt fyrir okkur þá er að ræða sko hvert á framlag Íslands til sko heimsins að vera. Það getur verið ákveðið upp af þessu. Þú veist, hvað er framlag okkar? Og þetta, sögurnar, það er eitt, en Besti jafnrétti. En þú veist, já, ég meina, það er þá allavega grunnu til að byggja á, þó að þú veist, það sé ekki endilega jafn fullkomið. Það er eitt sko, ég meina, Ísland er svona einhver útópísk eyja í huga fólks sem að einhvern veginn sleppur við öll spillingar og öll nútímans. Það er nú einhver styrkur í því, við veitum fólki einhver á von stundum. En ég til dæmis hef alveg svona einhverja praktiska sýn á þetta. Maðurinn minni frá Kólumbíu og er svo heppinn að eiga mjög auðvelt með að læra tungumál og hefur lagt sig mikið fram við að læra íslenskuna. Og þó við tölum þetta ensku á okkar heimili því að ég tala ekki spansku. En sko, við höfum svolítið rætt þetta okkar á milli og eiginlega helsta ástæðan fyrir því að það er mjög erfitt að færa sko svona efnahagsleg og félagsleg rök fyrir því að leggja svona mikla áherslu á íslenskuna er að okkur er ekkert gert það sérstaklega mögulegt að gera langtíma áætlanir. Það er lítil áunninn réttindi sem fylgja því að vera þú þarft að fara í gegnum endurnýjun mjög reglulega. Atvinnuleyfið er bundið við einstaka atvinnurekanda þannig að það er mjög mikið af tækifærum sem opnast en lokast svo vegna þess að þú getur ekki treysta Útlendingastofnun eða Vinnumálastofnun að ganga í þetta mjög hratt og tækifærin hverfa. Þannig að okkur þykir vænt þetta tungumál og ég er alveg einn af þeim líka þó að ég get ekki alveg stundum keypt þessa paranóju yfir því að hún sé að hverfa en þú veist, kannski gæti verið hluta þessar umræði, hvernig getum við gert fólki kleift að þykja svolítið vænt þetta land og geta gert langtíma plön. Af því að ef þú ert alltaf að viðhalda fólki í einhverjum skammtíma og stöðu það sem er háð einhverjum, þá getur ekki, já. Og ég meina, ég get bara sagt það, þú veist, að þegar það kom upp samtal, hvort það ætti að taka styrkja þýskuna eða íslenskuna, þú veist, ég meina, mitt atkvæði fór algjörlega til þýskunar, það er heimstungumál og þú veist, land sem er miklu opnara fyrir, við getum búið okkur til miklu betra líf þar, til langs tíma og ég ætla ekki að vera að útvarpa sko eigin lífi, en ég er samt að segja að það þarf, ef við ætlum að fara að ræða samfélagsbreytingarnar og hvað við viljum, þá þurfum við að ræða sko hvað við viljum og við þurfum líka að eiga samtal við sko fólkum hvað þarf til að fólk vilji vera og þykja vænt þetta, af því að þrátt fyrir þjóðernið, þá er bara rosalega auðvelt að fá fólk til að þykja vænt samfélagið sitt. Þú veist, ég bjó í 3 ár í Skotlandi og ég var skoskar en skotar. Þú veist, mér þykir ofboðslega vænt þetta samfélag. Ég bjó í Tékklandi og mér þykir sko ofboðslega vænt það samfélag. Þetta er bara spurning að þú veist... Það er grunnför hvers og eins að bara að komast af og bara lykillinn því er að falla vel að samfélaginu. Þannig að ég held að það sé sko frumkraftur í öllum að bara inn í hvaða samfélagi kemur svona hjá flestum sem eru svona cirka rétt saman settir að falla einhvern veginn inn í og verða einhvern veginn uppbyggilegu hlut á hópnum. Ég held að það sé nú svona dræð. Eitt atriði? 2 atriði. Og bara mjög praktisk leið til að byrja á þetta. Ég held að það væri að gera að til dæmis að ríkisútvarpið okkar tæki sér til og væri bara með pólitíska umræðu nokkur sinnum á pólsku og á ensku og býði þessu fólki og við bara færum í það að ræða þetta samfélag okkar og hvernig við getum viðhaldið þessum innviðum. Og svo ætla ég að taka undir hugmyndir krakkasilfur líka sem koma fram melkina. Ég ætla að segja þetta sem að væri kannski dálítið svona að því að sko mér finnst kannski dálítið lykillinn aðeins er að fá, þú veist, til þess að það verði ekki vandamál, er einhvern veginn að vinna með hugafar Íslendingsins sem að situr einhver staðar og segir, herri, ég er Íslendingur og svo situr hann einhverju stellingu og svo eru hlutir að gerast og svo einhvern veginn er þarna einhver dýnamík og þarna er einhver vandamál sem að geta býst í rasisma. Það er að einhvern veginn, það þarf að nálgast veist, einhvern veginn að smíða hugmyndina Íslendingin aðeins
opnari og þá þarf að vera hægt að gera það. Við þurfum að vinna með hugmyndunum hvað, eins og þetta segja, hvað fólkið í þessu. Og ég held að einn af lyklunum er kannski að skoða svona eignarhald. Því ég sé þetta þannig að sko lykillinn af því að vera Íslendingur ekki að horfa þannig að við eigum þetta land, skilur, heldur þannig að sko landið það á okkur. Ég kemst ekki í burtu það landi sem á mig, ég á það ekki. Og þannig að þeir sem koma hinga og ganga þessu landi á hönd og eru hérna úti í raskati og einhvern veginn að búa sér til líf og við horfum í augu hvort annað, þau eru bara í sömu erindagjörnum á við erum bara búin að ganga þessu landi og þessu skeri á vald, skilur. Við höfum ekki fiskinn, fiskurinn á okkur. Herðu, ég ætla að fá að stoppa hérna, við höldum áfram þessari umræðu, við vorum hérna fyrir helgina, þá vorum við að tala framtíð íslenskunnar á tímum fólksflutninga við Ármann Jakobsson og Eiríkur Rögnvaldsson og þá boða ég það að við myndum búa til samskonar umræðu þar sem að vera innflytjendur sem við myndum ræða íslenskuna og það koma hérna held ég á morgun eða á fimmtudaginn Agnieszka Sokolovska og Viktoria Baksina og ætla að endurtaka umræðuna sem að Ármann og Eiríkur voru með en út frá allt öðru sjónarhorni. Og það kannski liður í umræðin sem við vorum með hérna og við munum halda áfram á Rauðaborðinu en ég ætla að segja að Rauðaborðinu lokið í kvöld. Við verðum aftur hérna morgun klukkan 8 með eitthvað allt annað á dagskrá. Góða nótt.